Komiði sæl og blessuð og velkomin í Helgi spjall. Gestur þáttarins sumum ykkar alveg pottet kunnur. Það má segja að hann hafi reynt að búa til nýtt tungumál, pétrískuna eða petrískuna. Þetta sem sagt prestur óháða safnaðarins hér í Reykjavík og mikil tímamót. Á morgun ætlar hann að messa í síðasta skipti og hann kallar það sjálfur lífsloka messu að gamansömum hætti, eins og hann vanur að reyna að krydda lífið með gamansömum hætti. Vertu velkomin til okkar. Takk fyrir Björn, takk fyrir boðið. Gaman að fá þig hér til okkar. Já. Ertu meir á þessum tímamótum? Nei, ég ekki meir. Þetta búið að vera 30 ára þrotlaust þróunarverkefni. Það var víður 95 í maí, og nú maí 2025, 30 ár síðan. Og þetta hefur gengið áfallalaust. Ég hef ekki lent í neinum djöfulgangi eða eitthvað komið upp og þrátt fyrir ég sé aðeins öðruvísi. Bind bagga mína á annan hátt heldur margir aðrir. Já. Og staðið fyrir það og það var doktor í safnaðar uppbyggingu sem að skrifaði sína ritgerð í Danmörku, íslensk kona. Hún sagði ef svona söfnur eins og óháða söfnun á að lifa, að þá þarf hann að standa fyrir eitthvað annað heldur en bara 180 aðri söfnur sem þú getur leitað til í landinu. Ef engin munur á honum og öllum hinnum, þá finnur fólk sig ekki þar inni og ekkert annað við þennan söfnu heldur en bara hitt. Og þá dettur fjöldinn niður og ekki mikið sem að stendur eftir ef hann ekki fyrir eitthvað ákveðið sérstakt. Ég fann viðtal við þig þegar ég var að undirbúa þennan þátt frá 1997. Þá áttu búin að starfa þarna í 2 ár. 2 ár eftir ég vígðist, já. Já, og þar kemur fram að þá varstu búin að fjölga í söfnuðinu með 500 manns. Já, þegar ég tók við þá var 1040 manns 95 og svo settum við okkur markmið 2000 árið 2000. Þegar að kristnitöku afmælisins var minnst á Þingvöllum og allt land. Og þá höfðu þetta markmið 2000 árið 2000 og það gekk eftir nokkurn veginn. Þannig að ég tvöfaldaði söfnuðin á 5 árum og það nú dálítið mikið að gera það og síðan aftur erum við núna með 3000 og rúmlega 3070 sem í dag. Já, og þannig að þetta rúlar áfram, en þegar ég kom þá var þetta ekki neitt sem var eftir í sjóði til að halda við kirkjunni, hún lag og erfitt að greiða þá laun út og það sem til þurfti að sinna. En nú hefur þetta gengið betur því að hluta þinni staðgreiðslu kirkjuskattur og hann fer þá til þinna hverfiskirkju hverju sinni sem átt með lögheimili og ef þú skráður hjá okkur þá færist þessi kirkjuskattur yfir til okkar, greiðist mánaðarlega til okkar. Já. Áður en við förum nú bara til frumbernskunnar og reynum að svona kynnast manneskjunni á bak við prestinn. Geturðu þá reynt að útskýra fyrir mér í örfáum orðum hver munurinn á sóknarbarni í óháða söfnuðunum og einhverjum hefðbundnari söfnuði og að hvaða leyti þjónustur eru öðruvísi ef þær eru það? Jú, þetta sko samskonar klæðin á sálmabók og helgisiðir eins og Alríkiskirkjan með, engin munur þar á milli og eina sem hver á í lögum safnarins að ef við kemur óvíður maður að söfnuðinum að þá skuli biskup Íslands vígja til að tryggja það sé lúterskur prestur sem komið þar að sem vottor upp á vasan, hann hafði lært í einhver lúterskum prestaskóla og getur komið hér að ef hann hefur lært erlendis frá. Og ég var vígður á Ólafsskóla á sínum tíma 95 að því ég hafði verið á Elliheimilinu Grund þá í 10 ár. Æskulýsfulltrúi Elliheimilinu Grund og hefur verið þar síðan í 1/4 og 3/4 upp í óháða. Þannig að þegar að menn eru skráðir hjá okkur að þá þetta svona heimssókn með 2 S-um, þetta nærum allan heiminn. Ég fékk núna samtal í morgun frá einum sem býr út í Danmörku. Ég hef búin að gifta þau hjón og skýra bæði börnin og svo fermast þau úti með sínum skólafélögum í Danmörku og ég þarf að gefa vottor upp á vasan hvenær þau voru skýrnarvottor, dópsfæsting sem að kemur þar til. Og þannig að munurinn enginn hjá okkur á þessu, en hins vegar höfum við haft eitthvað hönd sem svona öðruvísi og fólki þykir svolítið skrítið til að mynda eins og
Það eru galdramessur hjá mér sem að er haft hönd. Þú ert göldróttur sjálfur? Já, göldróttur, já, ég kalda galdramessur svona töfrar sem að eru með og bítlamessa, rockmessa og jazzmessa, það er að því að okkar ágæti organisti eða tónlistastjóri Matthías Baldursson, hann er svona áhuga maður þessa, er með rockkórin hjá okkur og löggukórin og svo kvennakórin sem að syngur í messum hjá okkur. Og svo er trega trúar tónlistarmessa, svona bluesmessa sem við haft hönd, ABBA-messa var líka og þannig svona sitt hvað annað og við endum alltaf á vorin í síðustu messun okkar sem er í byrjun júní með gúllaskuðsjónustu, þá brytjum við blessurna búkollu niður og étum hana með hversdagshvítvíni og einhverju svona öðruvísi og hversdagshvítvíni er þetta hér sem að það er best að hafa það, maður skálar hér við þig í hversdagshvítvíni. Þannig þetta er svona, já, þannig að fólk og svo ef þú flytur burt og þú segjum að þú fæðist einhver staðar í Kópavogi, svo flytur systkinin út á Akureyri, Ísafjörð, Egilsstaði, þá er áfram skráð hjá okkur og þetta er þeirra svona fjölskyldu kirkja. Og ef þau vilja fá þjónustu þá geta vita það að presturinn er til staðar og þar hitta þau sína vini og vandamenn og velunar og er áfram svona ekki hverfiskirkja, þegar þú flytur eitthvað annað þá þarf þetta að kynnast nýjum sókapresti, nýju söfnuðu, eitthvað svoleiðis, en þannig ertu alltaf til staðar eins og sér bara heima, svona fjölskyldukirkja. Og það er ágætt að horfa til þess. Jón Leifs, hann sagði einhverju sinni, ég held að það hafi verið í viðtali við Matthías Jóhannesson á Mokkanum, hann var að bera saman tónlist, ritlist og myndlist. Hann sagði tónlistin er sjálfur Guð almáttugur. Já, ég held að það megi segja það, sko, tónlist og dans, ég held að það sé eitthvað sem að við getum alltaf tjáð okkur í, hvar sem er, hvenær sem er og við hverja sem er. Þannig að dansin er tjáning eins og við á páskadagsmorgni, þá erum við ballettjáning og þá koma einhverjur úr ballettskóla Báru sem búin að vera núna með okkur í tæplega 30 ára á hverjum páskadagsmorgni, kemur þar með krakka, stelpur eða stráka og hóp og þá tjáð þau upprísuna, hvernig þeirra kom inn svona sem einskonar inn í sér feimin eða þunglindi af því að Jesú er krossfestur á föstudaginn langa á djöfladaginn, dagur sem djöfullinn drap drottinn, en svo reis hann upp á páskadagsmorgni og þá lýsa þau svona fögnuði og í dansinum og tjá sig. Þetta er eitthvað dýrmætt svona sem maður getur gert og verið með, þannig að eins og sem Jón Leifs að tónlistin, dansin og tjáningin með líkama, það er eitthvað sem að allir skilja. Í fyrradag þá tók ég viðtal hér við þetta rauðaborð við þingkonu unga, samfylkingarkonu, og hún hafði mist bróður sinn, ungan, úr fíknsjúkdómi. Og við ræddum það reyndar að nokkur leyti í gamansömum tóni að sko hún hafði fengið hjálp hjá einhverjum presti og ég deildi því þá líka með henni að ég hefði nú sjálfur verið gallagripur og lent í alls konar blúsum og áföllum og ég ætti það líka sammerkt með henni að hafa ekki bara talað við sálfræðing þegar ég hef lent í einhverju krísu, heldur líka fengið mikla hjálp frá presti fyrir norðan þegar ég bjóð þar og í kjölfarið á þessu þá fórum við svona að ræða það að það væri svona sko við höfum svona upplifað smá skömm þegar við höfum í opinberu umræðu ætlað að ræða eitthvað kirkjuna, presta og svona það var svona eins og að það hætti að vera í tísku samkvæmt okkar upplifun eins og við deildum henni tvö, ég og þessi þingkona að þetta var eitthvað hallærislegt að bara tala presta, þjóðkirkjuna og annað í okkar huga, það var eitthvað sem breytist í samfélagsgerðinni. Tekur þú undir þetta sem að við lýstum? Jú, það er svona þegar að menn eru komið til prestsins þá er svona bara flest önnur sund lokuð. Það er alltaf að fara til
brjálfræðings, sálfræðings þegar maður orðin brjálaður sálfræðings eða klikklæknisins þegar maður orðin klikkaður. Og fermt barn forðast prestin, já, segir einhvers staðar. Það er svona fjórhjóla fólkið sem kemur. Þú kemur í skýrdina á barnavagninum eða í barnavagninum. Svo kemur í ferminguna þegar að fermt barn forðast prestin í ferminguna einhvers staðar sem fer. Svo kemur í fínu drossíinu sem er skreitt með slaufum og öllu saman. Og síðan í lokin kemur í líkbílnum. Þannig að fjórhjóla fólki, það kemur í 4 skipti í kirkjuna á 4 hjólum. Já. Þetta er svona það helsta. Svona jóð kristindómur sem er í jól og jarðafarir. Það er svona flest það sem að koma til. Það er eins og það sé einhver opnun núna. Ég meina ástæða þess að við þorðum að ræða þetta 2, ég og þingkonan, fyrir framan alþjóð. Hún er sennilega svo að okkur líður eins og við getum rætt þetta í öryggi núna. Og það er ekki einhver andleg vakning bara hjá meðal margra. Það hefur verið, sko, það hefur vitað það að sumir hafa verið í gegnum þessa sundurfélagsmiðla sem ég kalla svo, að því sundrasambandi mín og þínu þegar við verðum reið og vond og vitlaus út í hvert annað. Það kalla samfélagsmiðluna sundurfélagsmiðla, já. Þeir sundrasambandi mín og þínu og ég er nú með einhverja 2 konur, 55 ára, 57 ára, sem að eru búin að vinkonu síðan bara úr æsku. Og svo skráð þær eitthvað inn á dagtíkina og segja eitthvað þar og þá hendar hinn út og verða brjálaður og koma til mín og skammaði mig fyrir hinn að Sigga og er snarvitlis og Stína er hinsegin og alls konar. Þannig að þetta skemmir svo eiginlega mikið. En núna eru margir á svona menntaskólaaldri í gegnum TikTok og Snapchat, svona skyndiskot, bráðabíó, skyndiskvaldur sem að þeir koma inn á og eru með örstuttar svona 7-8 tæplega 10 sekundur, segja eitthvað örlítið frá, bara einn vitnisburð, eitthvað eitt ritningavers. Og þetta eru margir sem horfa á þetta og eru uppteknir af að skilja hvað þarna er á ferðinni. Já, þannig það er leiting. Það er leitin í kringa, já. Engin er þannig að leitin. Meira umburðarlyndi kannski, gagnvart. Meira í því sjálfu sér og við erum með hjá okkur þessum sem er í mismandi söfnum, þá er það trúar- og lífsskoðunar félög sem eru stofnuðu núna í vetur, svona samtök, samráðsvettvang trúar- og lífsskoðunarfélaga og þar er skilningur meiri sem hefur komið að og síðan er 3. vikan í janúar, það er sambænavika kristinna safnað á Íslandi og þar er þessi nefnd sem er samstarfsnefnd kristna söfnuði sem er með þetta, þannig að skilningurinn aukist miklu meira núna, meira umburðarlyndi. Þegar ég var í guðfræðsdeildinni á sínum tíma að þá voru svona haldið var ofsatrúamenn, hvítsýningar eða einhverjir aðrir sem voru þar og menn fóru svona bara horfðu á þetta og fjarlægðu fannst þetta vera skrítið. En núna er þetta miklu meira viðurkennt, meðtekið og þetta eru bræður og systur sem eru aðrir með okkur í þeim efnum. Já, á einhverjum tímapunkti eru þau svartstakkar ráðandi fannst okkur. Svo komu náttúrulega upp þessi hneykslismál með biskupana og auðvitað nokkra presta líka og það var mjög neikvæð umfjöllun tiltekna þjóna í kirkjunar áratugum saman. Já. Og það eru margir sem að segja að það eigi ekki að hafa áhrif á trúhneigð okkar en auðvitað gerir það trúverðugleiki embættis eins og þjóðkirkjunar hann náttúrulega laskast þegar menn hefðast eins og fíbl þarna forráðamenn þjóðkirkjunar, ekki satt? Jú, það er allt, sko, það er þegar að slíkt gerist að þá er alltaf munur á þessum þjónum kirkjunar sem við erum syndur okkur skorti Guð stýrð og djöfull hleypur í mann oft á dag og skemmir og eyðileggur reyna að sundra sambandi manna á milli og þannig held ég að við verðum að reyna að horfa til þess að trúin er allt annað, Kristur er annað, við trúum á Jesú og það sem hann gerði, það fórnan hlutverk fyrir hann sem er nýlega á páskum, að láta það ekki skemma fyrir okkur í trúin, en auðvitað hefur það áhrif ef okkur verður á, við verðum við föllum og haus, eiginlega stundum er málsáttur sem segir það að leiðin til helvítis sé vörðuð hauskúpum prestana. Já. Af því að eins og Hallgrímur Pétursson orti þú Guðs kennimann þengum það þar munum sniðir grenslast að hvernig og hvað þú kendir að læri sveinunum líka spurt sem létitt gáleysi villa spurt hugsa glöggt hvar við lendir. Já. Þannig okkur við erum alltaf í skotlínunni, það er auðvelt að skjóta okkur niður og auðvelt að
eiginlega svona halda þessu á lofti og menn gleðjast í því og við sá einhverja svona könnu núna þannig að svona 70-80% af neikvæðum fréttum fólk smellir á það á sundurfélagsmiðlunum en þessi jákvæðu fréttur eitthvað sem gengur vel gott og hagstætt það eru bara kannski 30% en við viljum fá þess að kjaftasögur og allt það til þess að sundra sambandi mín og þínu í þessum efnum. En hvað Pétur með þessa gömlu svona sögur af prestum fortíðarinnar í Íslandssöguna þeir hafi verið sauðdrukknir og breiskari heldur en bara margur annar? Jú, þetta eru staðreyndir sem að hefur verið vitnað og í sögum af prestum þar sem þetta kemur fram. En það myndi ekki líðast í dag að menn séu fullir í vinnunni. Hvorki sem að væri það á skrifstofunni eða jafnvel í fiski eða hvar sem og hegðun og hátterni sem var í gamla daga liði, það er ekki liði í dag þannig að það er miklu harðari afstaða þannig að menn eigi reyna að sýna breytni í verki heldur var áður. Já. Myndirðu segja að þú værir heittrúaður maður? Ég held það, ég held þessi heittrúaður vegna þess að svo við förum aðeins inn í fortíðina í upphafi, ég fæddur á Miðfossum í Andakíl og ólst upp það til 10 ára aldurs og síðan á Hömrum í Reykholtsdal, pabbi var grunnskólakennari þar og mamma í hreindýrahópnum á Kleppjárnsreykjum og Húsfreyja með okkur 7 systkinin. Og ég var svona ekki neitt sérstaklega kristinn á þessum tíma. Ég fór í fermingarfræðslu í barnaskólanum og fermdist síðan. Hvar varstu? Á Hvanneyri, á barnaskólanum á Kleppjárnsreykjum. Hvar varstu í þessum 7 systkinahópi? Nú 1. Ertu elstur? Elstur, já. Sem núna þannig að... Og þú þurftir að axla einhver ábyrgð? Jú, það gerir það á vissan hátt og maður verið svona haft frumkvæðað hinn og þessu svona til þess að sinna því og gera. En ég man bara eftir því að amma kendi með bænir, Guðmundsdóttir á Miðfossum í Andakíl og ég held kannski 2 að fara með hana í messu á Hvanneyri og júksa sér bara fyrir bænir hennar og þá hafi ég svona verið að velta fyrir mig kristindóminum. Svo fór ég í menntaskólann í Reykjavík og þá var ég andsnúin kirkju og kristni, fermdist á Hvanneyri því ég var í sveit á Skeljabrekku hjá Jóni og Stínu á Brekku sem í Andakílshreppi og þegar ég ákvað að fara í guðfræðsdeildina þá var það svona eiginlega til þess að sýna fram á þessar feisknu stoðir kirkjunar. Kirkjan væri vonlaus lítils virði og eitthvað þess áttar. Ég skil nú ekki ennþá hvers vegna... Uppreisnar hugur eitthvað? Já, uppreisnar hugur, meiri sé málfundi Fylgir nú þessum aldri stundum? Já, mjög svo. Svona yfirgangur og eða svona andstaði við kerfið. Og maður eins með sé eftir menntaskólanum og þá kom Helgi Hósesson á málfundi og málfundafélaginu framtíðinni MR og þar lagði ég fram tillögu á málfundinum að kirkjan og allt hennar pakk eins og var orðað yrði lögð niður. Þannig að þú róttækur? Já, þátti róttækur, já. Mikið róttækur og þar hún fældi þessi til það sem betur fyrr og svo ákvað ég bara að fara í guðfræðsdeildina hausti og skil ekki af hverju ég datt ekki út bara á fyrsta vetri en svo öðrum vetri þá eiginlega svona afdjöflaðist ég, tók afturhvarfi, var kristinn, velti fyrir mig þegar ég sá stöðu mína frammi fyrir Guði með fyrirgefningu syndana, mikilvægi þess að geta innt af hendi þetta að vera sáttur við lífið og tilveruna og náungan og þá hafði ég farið á hinn veginn. Man eftir í menntaskólanum þegar komu námskynningu úr háskólanum með allar þessar deildir þá stökk maður á guðfræðsdeildina og liðin á argaðist í þeim eiginlega kirkjan væri hundleiðileg og þess að þeir fór í vörn strax og eitthvað þess að og segja ekki að þetta væri nú ekki svona menn tónlistin væri svona og eitthvað þess að en svo síðustu 3 árin í guðfræðsdeildinni að þá fór ég í námskynningar Akureyri, Ísafjörður, Egilsstaði og Reykjavík og þá var ég hinum með borðið. Liði kom hérna alveg að borðinu og sagði kirkjan hundleiðileg og asnalegu fíflaganga eins og ég hafi gert. Þá sagði ég bara já, hún er það. Og þá eiginlega eru þeir kjafstoppa því ég fór ekki að rífast við þá og reksa. Því skil ég ofur vel þegar að fólk kemur inn í kirkjuna og upplifar hana svona sem eina eilífa jarðarför að það er svona ekki skemmtilegt að horfa til þess að slíkt sé til staðar og við þurfum að gera og þess vegna ég hef reynt að gera það með því að hafa einhverja svona öðruvísi messur, öðruvísi uppákomur og reynt að vera með atriði eins og í galdramessónum þar sem maður tjáir að gera eitthvað svoleiðis. Krydda með húmor?
Já, sem fer í boðunina, tjáningin sem að mér þykir það, og það verður sjónrænt, fólk er að spyrja mig hvernig fórst að því að gera þetta eitthvað svoleiðis löngu síðar, af því að mann þetta sjónræna sem hefur að, en ef þú lest upp svona bara úr stólnum, þá er það bara eins og ekki svona neitt sérstaklega áheyrilegt, þannig ég hef verið niður, ég hef ekki notað predikunarsstólnum bara alltaf á, gerði það í upphafi náttúrulega, upphafin svo hefur maður þjálfað sig upp og reyni að gera það að tala alltaf niðri bara rétt fyrir framan fremsta bekkin og tjá sér þannig, ég vil leika eitthvað, gera eitthvað og tjá þessa eitthvað sem maður vill koma á framfæri. Og núna á morgun, í messun á morgun, að þá ætla ég að vera með spýtu sem er með kvistagati og segir sögu í kringum hana, nota spýtuna, tjáningin sem þar kemur fram. Þannig nú er það bara að mæta Björn á morgun klukkan 2 í Óðarsöfnir og sjá svona hvernig ég get nota þessa spýtufjöl sem til að sjá í boðuninni. Fólki mann eftir spýtunni, kvistagatinu, eitthvað svona sem kemur til og tengi það í boðuninni. Ég fór í messu páskana, það var austur í Mývatnssveit í Reykjavíkurkirkju. Margir áratugir fyrir utan eina messu sem ég fór í rannsóknarskyni fyrir 2 árum sem áratugir sem ég hafði sótt messu. Já, var það hjá Örnólfi? Já, það var hjá sér Örnólfi og það var svo fyndið með það að sko ég var loksins búinn að ná þeim þroska rétt áður en ég var 60 að syngja sálmana. Amen. Já. Og mér var alveg sama hvernig ég syngi það, hvort ég, sumar laglínunar voru þannig að þótt ég lesi nú nótur þá væri ekki alveg viss hvort ég var að fara upp eða niður og ég þekkti ekki öll lögin, en ég söng samt og mér var alveg sama þótt ég væri pínuti falskur og það var svona frelsi sem ég fann, sem ég hafði ekki alveg upplifað, sem segir eitthvað það að Og finnir þið heima í kirkjunni? Já, ekki alltaf gestur. Eða það að sko, maður getur endalaust þetta ferðalag sem lífið maður getur endalaust komið sjálfum sér óvart. Það er ekki þannig að maður hafi kannski náð að toppa 20 eða 25 ára og síðan liggi leiðin niður á við. Það er Nei. Þetta er eilíft þroskaferðalag. Eilíft þroskaferðalag, við erum alveg þangað til við verðum tilbúin til tréverk. Já, þá kemur það því. Og ertu búin að ákveða hvort að grilla þig graf? Ertu búin að ákveða það? Nei, ég er ekki búin að ákveða það. Nei, nú. Mér finnst erfitt að ákveða það. Og hvernig þá? Hvers vegna? Af því mér finnst augljósir ókostir við hvort vekja. Já, og ekki Búkarest. Hvort að vera í Mývatnssveitinni í Búkaresti verið þar? Jú, ég held að verið bara hér sko. Bara hérna á Malbyggsborg? Já. Það er náttúrulega sko fjölskyldur, þetta áttur nú fjallum þig en ekki mig. Ekki það, En þakkaði fyrir að taka svona undir þetta. En sem sagt sko, já, samanber það sem við vorum að ræða áðan, það er meiri tísku að þora að fara bara í messu, kirkju. Já, viðurkenna það. Og það þarf ekki að vera asnalegt, það þarf ekki að vera hallærislegt. Það er eitthvað frelsi í gangi núna sem að Já, menn eru opnaðir í svona einhvern veginn og sérstaklega þessir unglingar á menntaskólaaldri og rétt rúmlega það eru margir, hafa verið í æskulýðsfélögum náttúrulega í gegnum fermingafræðsluna og síðan vilja taka þetta áfram og sýna hvort þetta sé einhver bara smá sveifla núna en ekki, alveg sama hvar er sá sem er kristinn, hann hefur alltaf áhrif og við vera kristni boðar í okkar daglega lífi. Allir eru prestar í almenna prestsdómi sem talar í ritningunni og ábyrgðin, verkamaður í Víngarðinum. Já, en þessi heimsókn mín hefur ekki endilega með sko mína trú að gera. Heldur meira það að vera með opin augun, vera leitandi, hafna engu. Sko, ég fór ekki þarna í þessa messu endilega sem trúaður, heldur gefa öllu séns. Og sjá líka einhverja gamla félaga úr Mývatnssveitin sem komu þarna sem þú kannast við, það er ekki... Já, leita gömlu dauðu fiskifluguna sem voru í glugganum. Já, þannig það er ofta eina lífið í kirkjunum, það eru fiskifluguna, það er ekki búið að stípa með puttanum niður. En þá ætla ég að fara aðeins betur til þessara svona fyrstu ára þinna. Þú ert elstur þarna í sveitinni, getur við ekki sagt sem svo.
og sko það á eftir að liggja fyrir þér að verða prestur og þú leikur þér mjög með tvíræðni og húmórinn verður svona svolítið þitt vopn. Stundum gerist það vegna þess að menn að breiða yfir eitthvað, það er harmur í trúðinum eins og þú þekkir. Já. Þess að setur alveg brauða nefi til að megi fíblast og... Ef að reyna að taka þetta á dýftina og endilega gangt á henni. Pæla í því sko hvort þú hafir, þetta er svona ákveðin brynja sem þú náttúrulega haft í lífinu, að vera alltaf fyndinn og vera búið til skemmtileg nýju orð og viðsnúa merkingu. Ertu að dylja einhvern harm? Nei, ég hef aldrei lent í neinu djöflagangi og ólst upp við hjá pabba og mömmu elskusemi og í sjö. Við fórum núna í smá ferð þegar ég var 70 núna 5.5 á sunnudeginum áður, þann 4. Og komum heim einmitt á Hamra í Reykholtsdal, gamla húsi sem að systrungur okkar keypti. Og þar maður skilur ekki, það var hringborð, kringalt svona borði við matborðið. Hvernig við komumst 9 manns við borðið, það skilur maður ekki í dag. Og alltaf var nægur matur, alveg sama hversu við vorum svöng og þess að þannig maður ólst upp í það, kærleika frá föður og móður. Maður borðaði líka bara það sem var á borðinu, hvað sem manni fannst það gott eða ekki. Nei, aldrei neitt velta fyrir sér og það var ekkert annað að ræða. Það var ekkert annað að ræða. Nei. Og ein hefur matur kannski bara í þess vegna ég ætti alltaf rollukjöt og rjóma og finnst það að vera bara afar mikilvægt. Rollukjöt og rjóma til að styðja bændasamtökin, þau eru á hausnum. Já, blandaðu saman rollukjötinu og rjómanu sem sagt. Já, rollukjöt og undan sko, með og svo eftirréttur þar himnesk hamingja sem að þú skreitir eftirréttir með, færi ofan á. Stífurðu rjóma bara úr nefa eða? Nei, þá ertu kannski með sprautur, eða búin að þeyta og hef það með til þess að setja ofan á kökusneiðina. Það er himnesk hamingja. Ég held í himnaríki þá bara fáir að vera eins og þú sjálfur og megir éta rollukjöt og rjóma og enginn skammað fyrir það að fá eitthvað stíplu í hjartað eða þetta sé óholt, þú verður feitibolla með bumbu og... Það nú ekki hold tutla á þér þannig að þú ert ekki mikill hægt. Nei, það er ekki bara nokkur ámikið sænilega komning þannig að maður er nokkur vel þannig að, en ég held að ég sé það hefur gleymst að gefa mig ormalyf í sveitinni eins og rollunar fengu. Þess vegna eru fullt af ormum sem ég er að fóðra. Sko bara þetta viðbragð þitt núna að spretta á fætur, ég hef aldrei séð að gerast við þetta borð. Nei, og þú er búin að vera hér nokkrum stundum saman. Já. Ertu ofvirkur? Já, ábyggil ég með allt stafur og ADHD að þotna í allt saman alveg gersamlega. Þannig að ég held að það megi teljast alveg og bara sprengja alla þessar viðmiðanir og skala og meðaltal og svoleiðis. Ætlaði geti verið að þú hafi verið lánsamur að ekki voru til lyf? Lyf, ég held að það sé bara mjög svo. Það má allavega velta því fyrir sér sem gildri spurningu. Jú, ég hef aldrei verið svona í djöflagangi beinu þannig en alltaf verið vel fjörugur og verið hrókur alls fagnar en þegar ég kom inn einhvern samkvæmi inn í stofu þá þarf ég ekki að kjafta yfir og taka yfir umræður manna þar. En varstu snemma óhræddur að hitta fólk og tjá þig og... Já, það ég hlakka alltaf, mér finnst ég aldrei verið í vinnunni því að þegar þú átt að fara að þjóna í einhverju athöfn, þá hlakka ég alltaf til. Og ég er á grund á elliheimilinu og búin að það 3 mótna vikunar og að í sleitói með gítar þá förum maður inn og lesa eitthvað úr blaði allra eftirlifandi landsmanna og oft á tíðum í Vísnahorninu þar hjá þeim Blöndalsfeðgum og þá Pétri og Halldóri. Já. Og þá reynir maður að finna einhvern lag sem tengist þessu og núna var framundan í gær morgun, þá var ég á elliheimilinu og þá á grundinni og þá var svona vísur þennan hrylling sem er svona, hrissing sem er svona, það var spáin væri ekki góð og það sé frost framundan og núna er slitta á hitt einn í laugin í morgun, hann ætlar að fara norður á Akureyri, einhverja íþróttamót þar með börnabörn sín og hræddur að væri að því hann kom á sumardekkin og þá finnum, og þessi vísa var svona að segja að það er aldrei hægt að treysta veðri á Íslandi og það er vont og það er kalt og er hvorki upp eða niður og þá tókum við bara lag eins og blessu vertu sumarsól til þess að gleðja fólki, það kann allan textan þann gersamlega gegn og fram í heiðana ró
og vestur á Reykjanes, þetta Reykjanesi líka og Reykhólum, það Barmahlíð, Hlíðin í Fríða. Já. Þetta var svo 3 lög bara í röð sem maður tók þarna með á milli. Allt saman frábær lög. Já, eitthvað sem fólki kannast skap. Já. Já, það lyftir með, sumir eru svona bara niður í sér og inn í eitthvað svona. En svo þeir fá söngin og þá bara lyftist þeir upp. Það eru orðin börn aftur. Þó þau séu með dúkkuna að rugga henni eða eitthvað svona og klappa einhverjum svona hundum sem köttur sem að mjálmar á 5 mínúta fresti sem séu mjá og stundum komað með hann að borðinu og eigum við ekki að gefa honum eitthvað smá og þá gefur það svona leif honum lepjar í hans rjóm eða eitthvað. Þannig þetta maður er svona maður samsamar sér fólkinu og maður hlakkar til að hitta það og engum er fundist þetta að vera eitthvað skrítið eða öðruvísi eða eitthvað svona. Reyna að tengja það við þennan gamla tíma sem það hafði og þekkir þessi lög. Hvernig krakki varstu? Ég held að ég verið sko uppátektarsamur. Orkumikill? Já, svona í skóla en ég var ekki með neinn læti sérstaklega tíma. Pabbi var Gastu setja í kjur? Já, ekki að gera það og hafði gaman af að lesa og var yfir meðal, þá var fullnaðarpróf sem var í PISA-könnun í dag eða eitthvað svoleiðis átt að lesa með vissmörg atkvæði á mínútu og það gekk ágætlega, ég hafði gaman að lesa og af því ég var orðin 5 ára læs, amma var að prjóna, þessi sem ég var að tala Guðfinna Guðmundsdóttir hérna á Miðfossi við Andakíl og svo benti hún á, tók prjónin hérna alltaf að tekja á milli eða búið að fara hringinn, hvað heitir þessi stafur hér? Þetta stafurinn minn er það ekki? Já, rétt, hvað heitir P? Og svo hélt hún áfram og ég kom allt í einu þannig hún, 5 ára gamall var ég fann að lesa og hafði gaman að lesa þjóðsögur Jóns Árnasonar, þær voru afi þær í Billu og ég held ég bara allt safn af íslensku þjóðsögum sem hafi verið gefið út á Íslandi, innbundið. Þannig hefur þetta áhrif á manni og æskunni og þannig finnst mér það vera dýrmætt og þannig hef ég upplifað það að vera úthverfur persónleiki, ekki inhverfur og félagsfælinn, þvert á móti. Ég var alveg unun af því að hitta nýtt fólk og spyr eins og bara upptöku stelpanni hér áðan. Ég spurði undan hvernig hún væri og þá bara innan við mínútu var mammina komin og innan við mínútu var pappina komin. Án þess að ég þekkti nokkuð til þeirra sérstaklega. Þú hefur raunverulegan áhuga á fólki og tengslum og því að mappa og kortleggja og koma saman. Já, gersamlega. Og þannig, og stelpan sem við skulum bara veifin í hérna, hún veifur á móti. Það er Laufey. Já, þannig hún sé með, þannig þá getur maður, Laufey þó afsakað þó ég sé kjafta hérna við hér á milli á móti, að vegna þess að þegar þú ætti svona starfi og þessi söfnur er ekki staðbundin, þá hefur tengslin á milli að vita undir hverjum þú ert, hvaðan þú kemur og þá er svona, hann hefur áhuga á því að hinn er kannski oft á tíðin þeir bara, kirkjan bara opnuð og svo er bara aðtöfnin og svo fara menn heim, en þarna þarf það að gefa það á fólkinu, þarf það að vita hvaðan það kemur, hver það er og það er svona kannski viss árátt bara hjá menn að spyrja alltaf hvaðan þú kemur, sem þykja það óþægilegt, er ekki vön því og annir. Nei. Og kannski er sko meiri menningarmunur til dæmis kannski er það stærri ákvörðun að ganga að fólki og vilja vita eitthvað um það í dag, til dæmis bara í heitapottinum í Vesturbæjarlaug en það var fyrir 20-30 árum. Vissulega, já. Og ég á grundinni að tölu tæplega 20 tungumál þar og ég spyr alltaf þessar elskulegu stelpurinn sem eru stelpurinn sem ekki stráka sem er þar, sem er að frá hvað land ert og ég get heilsað öllum á frummálinu, heilsað þeim og þakka fyrir og það þykir þeim afar þakkarvert af því að hver enn er að koma á hana kalda klaka hér í volæði og allt þetta sem fylgir með og þá gefur það fólkinu og maður virðir það hvaðan kemur sumir og þó ég sé á deildinni búin að vinna með þeim einhver tíma, jafnvel einhverja mánuð, þá veit ekki frá hvað landið það er. Nei. En þetta finnst mér vera miður og menn að gefa sig að fólkinu og þannig getur þú fengið fleiri til þess að verða kannski félagri óða með því að bjóða þeim að koma og spyrja það hverju sé og tengjast og eitthvað svoleiðis. Þannig ef þú finnur að fólk hefur áhuga á því að þú fræðist það og sé tilbúin til þess að tjá. Varstu ekki afburðavel gefinn nemandi? Nei, féll í reikningi menntaskóla. Féllst í reikning? Já.
kann lítið að rekka en ég kann Var leggja saman. algebran sem að fór alveg með þig? Já, og ég held að algebran einmitt sem fór með og diffra og líma, þetta var eitthvað sem er sænsk bók. Þetta eru leiðinda hugtök. Leiðinda hugtök, þetta er sænsk bók sem að þú vorum að lesa með og með tilliti til, nei, það var ekki skemmtilegt. Nei. En eitthvað svona sem að, en ég hef gaman af að fara á námskeið og fer í endurmenntun og starfsmenn líka og annar staðar og gaman af tónlist til þess að sjá svona og tala og fylgjast með. Lærður á hljóðfæri, ungur? Nei, ég lærði aldrei því miður en lærði á gítar í guðfræðisdeildina á öðru ári með þar. Jón Þórarinsson sem að bróðir Pétur Þórarinsson í Laufási. Hann kendi okkur 3 á gítar og hini 2 döttun út. En þetta hef ég haldið áfram bæði í æskulíðstarfinu á grundinni sem æskulíðsleiðtogi þar og svo líka fermingafræðslunni sjálfri. Já. Af því að ég hef haft mína fermingafræðslu þannig að fyrir heimahús og með hópinn, hann er ekki stór og þá milli 3 og 5 á laugardögum á undan áður en messan er og þar getur maður sungi alltaf 2 lög í Bljúgri bæn og svo sem er svona bænasöngur og sem að maður ekki þekkja náttúrulega og svo aftur songusettum með sanni til að halda svona við gamla hefðina syngja þessa 2 söng og höfum bænastund á milli og svo er alltaf drekkutíminn alltaf frá þetta er milli 3 og 5 og frá Drekkutími er svo fallit orð. Já, drekkutími, ekki svo og svo spyrir maður á vorinu hvað var best vest, svona rýniritt sem maður spyr að þessum krakkana hvað var best vest við og best er drekkutíminn. Við muni eftir einhver jákvæðu, húsfreyjurnar, mæðurnar, þær baka og vita það ég með himneska hamingju þar alveg bara. Gamla íslenska rjómaterta sem að þú varst örugglega vanur í það sem að var með 2 botna, lögurinn settur í botnana. Og ég finn lykt af kanilsnúðum í ofni þegar ég heyri þig segja orðið drekkutími. Drekkutími, já. Var það þannig heima hjá þér Já, það var bara lyktin af kanilsnúðum sem er að gerjast í ofnin. Já, þá er dýrmætt að koma heim. Já. Það er eitthvað svona sem að veldur því maður mannsins megin og maður vill svona frekar horfa til þess að hafa jákvæðni sem er uppi staðið. Þannig börnin muni eftir því. Já. En sko, varstu kornungur þegar þú fórst að snúa fyrst upp á orð og svona? Nei, ég held að það var bara í menntaskóla sem við vorum, sko, kallum okkur Smandavinafélagið, það var framboð til inspektor skóli var annað og svo Plati Arum sem er svona hringjari í menntaskólanum og þar mynduðum við svona hópun í gegnum þann sem höfðum Helgi Árnason skólastjóri í Rimaskóla, svona Árna Helgason í Stykkishólmi. Hann var okkar framlag til þessara kosninga og við sigruðum þar og þá myndum við svona vissan hátt einhver svona orðatiltæki og snúa út og málið bak við málið, en það er skemmtilegust í þessu málið bak við málið sem hann komið til. Og þannig hafði byrjað sko frá því bara búið að vera síðan 80 síðan 73-74, við kláraði menntaskóla 76 og fór síðan deildinni beint og kláraði 83 þar. Og fyrsta bókin með þessum nýjörðum þínum 88? Já. Og það voru þetta var bara fjölritað, 2 stelpur, Anna og Rúna sem að fjölrituðu þetta og heftu saman og þá var þetta selt til ágóða fyrir Kristili skólasamtök og svo aftur 60 eintök en svo var þetta komið upp í 200-300 eintök og stækkaði núna síðustu 6 útgáfurnar eru svona svolítið veglegar og jógst núna síðastu 16 síður til þess að geta Bætur þú semst alltaf við? Bæti alltaf við, það er sami grunnurinn, alltaf grunnurinn og svo bæti sem alltaf við sem að hefst hönd þar. Og þetta hefur núna komið út á milli 40-50 ár? Já, það er rétt. Nálægt 40, rúmlega 40, síðan 80, sko, þá er það 40, rúmlega 40, milli 45 og 50. Já. Áttu þér eitthvert uppáhaldsorð? Já, kannski hver orð eins og svona sundurfélagsmiðl, bara það eitt að horfa til þess að því að hegðun manna sem að kemur fram þar og fólk rekkur við að þetta eigi vera samfélagsmiðlar, þetta er svona samfélag til að við verðum bræður og systur, en þú snýrð á baki þessu með sundurfélagsmiðlana, þá getur það þá færður mann til að hugsa á nýtt. Já, eitthvað svoleið sem maður getur horft til og
og sjái svona, og svo náttúrulega að því að ég er orðatöku eyðir, að þá notum við ekki kaffi heldur svart baunaseyði, sem að seyði sem kemur saman, og svo pokapiss, hvað myndir þú ætla að það væri? Pokapiss, pissi sem kemur úr pokanum, það er te sem að það er útlenska, við orðatöku eyður og reynum að koma því burtu. Og rafraus, ekki e-mail, maður sendur mér e-mail segja margir, en ég segi rafraus, já, rausa rafrænt á milli. Það er gott. Já, eitthvað svona, því að stöðlar og haustafir eru mjög dýrmættir sem að koma þar til. Og svona hljómurinn í orðinu þarf að vera snjall. Já, og ST, SP og SK, það er sér nýstöðlar sem eru og ef að þú ferð í orðabók menningarsjóðs, bara íslensku, þá eru flest S-in sem eru þar. Já. Og eins er hjá mér líka, þannig að það er einhver svona, þetta er ekki alveg út í hött sem að þetta kemur fram. Svo held ég þú eigir orð sem að sko, maður veit ekki að þú ert höfundur að, eins og til dæmis sjálfrennireið. Er það ekki rétt hjá mér? Nei, hún er eldri en ég. Nú er hún eldri en þú? Eldri, já. En það eru einhver orð sem þú átt sem að eru orðin góð og gildi í málinu. Jú. Og við sjáum kannski ekki alveg, við erum ekki fyrst og fremst einblínað á þau sem fyndin orð, heldur bara þau hafa öðlast merkingu og sess, viðurkenningu. Eins og BNA, ég held að það sé nú mjög gott. Eins og? BNA. Já. BNA Bandaríkja Norður-Ameríku, stann fyrir USA, það var alltaf USA, nú sér upp enga skamstöðun. Varstu fyrstur að ég held að það er komið þar, já. Með á því. Já. Og maður hafi svona séð að þetta væri eitthvað, og svo svona þessi orð náttúrulega eins og ég spurði hvort þú eri búin að grilla eða grafa tilbúin til tréverk og hvar verður Búkarest. Þetta þykir fólki svona að vera, Pétur, þetta nú óheflað að nota eitthvað svona, en það er allt í lagi, maður spyr svona bara fyrir að bragði og menn hrökkva við, en ég held að sé allt í lagi að vera, menn vita fyrir hvað ég stend, þetta er búið að vera núna í 30 ára þrótlaust þróunarverkefni og ég held að sé allt í lagi að vera aðeins mikið öðruvísi og mikið öðruvísi stundum, en ég er aldrei að meiða neitt eða fara illa með og tala ekki niður til nokkurs manns eða eitthvað svolítið og mennum haldi það að sé eitthvað það að baki, af því að það er bara, ef einhver dónorð eru, að þá bara hvernig þú hugsar, fyrir mér er ekki dónorð til. Nei, sko, maður finnur þetta stundum að það er auðveldar að tala eitthvað en maður yrðir það með öðruvísi hætti en maður hefur gert áður. Þannig að þetta getur verið ein leið til þess að nálgast viðkvæmt viðfangsefni eða ýta burt ótta að gera grín að tungunni og svona, þú ert að tala Búkarest og þetta, ég meina svona margir með ákveðna fóbíu gagnvart dauðanum og tabú búið að vera lengi á okkar tímum, einu sinni náttúrulega eins og þekkir manna best sem prestur, þá þóttu nú bara eðlilegasti hlutur í heimi að ræða dauðan frá morgni til kvölds og menn miður lífsitt við dauðan en við höfum náttúrulega í mjög miklu mæli stungið honum undir stól og ekki síst eftir seinni heimsstyrjöldina þá bara þoldin og Evrópa ekki meira að tala um dauðan, segja margir mannfræðingar og aðrir sem hafa rannsakað þessi fræði. En þetta veit ég af því ég skrifaði bókun dauðan. En sem sagt, það er, hvernig maður orða það getur verið mjög frelsandi að geta nálgast erfið umfjöllunarefni með tækjum og tólum kímnigáfunar. Ég held að Guð hafi gefið okkur þetta tækifæri og menn segja stundum við mig að skemmtilegasta jarðaför sem ég var í hjá þér var hjá þér, Pétur, eitthvað svoleiðis. En það er kannski að þegar ég kem heim til fólks og vera að tala við það hinn látna að eigum við ekki reyna að sleppa staðreyndastaklinum, það kemur svarta letrið í kringum myndina í blaði allra eftirlifandi landsmanna og við erum ekki að týna það allt til og týna, en segja frekar einhverja skemmtisögu af viðkomandi. Stundin er alltaf erfið, söknuður og sár að missa og koma því frá og fólk er tilbúið til þess að þegar maður útskýra þetta fyrir þeim að þetta sé, vegna þess að oft á tíðum það mann eitthvað úr ferli þessa fráfallna sem hann gæti verið mismælt sig eða sagt eitthvað eða gert eitthvað og sem að fjölskylda mann eftir og vinnitir en þeir út í kirkjum en ekki eftir, svo þeir uppstaði þá bara
bara söfnuður í kirkjunu, hefur gaman að. Já. Og þá finnst mér hafi tekist vel til af því þá gef ég svona gleði, þetta er gleðstund, hann er horfinn heim til drottins og þar hef ég trú á því og svo eins og segir í loka annarra greina trúarjörningarnir mun þaðan koma dæma lifendur og dauða, ég hef trú á því að Kristur komi aftur og býst við því að hann muni hreinsa allt þetta slæma illa vonda og við munum hitta alla þá sem á undan okkur eru gengnir og þetta segir hverju einustu jarðarför til að minna á það að þú hefur fyrirheit að Kristur er uppreisinn, að hann muni koma aftur til þess að taka á móti þér og meðtaka það og frá því þú deyrð þá getur rístuð með Guði, það er bara svo bara sekunda, það er ekki tími og rúm fyrir handan, heldur þú fer bara til þess ekki að það svefn eða eitthvað svoleiðis. Það nú ert bara komin heim til Drottins. Sjálfur sko verði ég fyrir sterkustum áhrifum við útför þegar einmitt presturinn kemur með fallega gamansögu. Já. Þannig að maður bæði grenjar og hlær á sama augnabliki. Það er rosalega mikil losun. Og þessi losun, þetta sorgarferli að taka þátt í þessum sorgarviðburði sem jarðarför sannarlega er, það er til fólk innan kirkjuna núna sem gagnrýnir að sko þáttaka kirkjugestarna sjálfra í athöfninni, hún sé farið þverrandi. Að sko með sönginn, að þegar þú fær bara Bubba Mortens, góður sem hann er, til að syngja nokkra slagara og svo labba bara allir heim, að það er svolítið önnur tilfinning heldur en að við séum kannski saman að syngja og tjá okkar sorg í söngnum. Ekki satt? Jú, og ég hvet alltaf, allir eru með messuskrá, ég liti bara alltaf messuskrá í sem hafi í höndunum og þá segir endir að taka undir í þeim söngvum og sálmum sem þið þekkir og það finnst fólki vera gott hvatningi til þess. Er útförin fyrir hinn látna eða er hún fyrir aðstandendur? Hún er fyrir hinn aðstandendur, fyrst og síðast, já. Þó hann hafi valið þessa tegund tónlistar og hafi komið fram með þetta, að þá sé það aðalatrið. Já. En tengirðu við þessa umræðu þetta sem er að velta upp núna? Já, ég er sammálaður í því af því að manni sko til að mynda, ég reyni alltaf að koma að eins og allt þessu blómstur einan og það sem er svona upprísu texti og sem moldaður í kringum þann sálm sem er mikill svona upprísu söngur, upprísu sálmur, þú ert ekki fallin frá, kom þú sæll þá þú vilt og ég held að ef við erum tilbúin til þess að hjálpa þessu fólki sem mætti í kirkjuna að hafa meiri gleði, meiri elskusemi til viðkomandi til þeirra sem mæta, að þá sé stundin í ná, þá hafa maður náð tilgangi með því að fá þetta inn. Af því að ofta tíðum þegar maður er í þessum fræðum að vera svona stjórnandi stað og stunda, vera stjórnandi þessara stundar sem við erum að gera, að þá finnst mann að við tekið vel til ef fólki er glatt yfir þessu. Að það er mjög mikilvægt að gera það. Það er nú auðlist, elsku sem er auðlist, já bara jákvæðni þegar þú ferð út. En eins og margir af þessu, en þegar maður kemur stundum finnum við bara inn á það er búið ákveða, það sé bara einn söngvari eða tveir og undirspilar og eitthvað svoleiðis, þá ertu ekkert að reyna að breyta því og hafa alltaf í lokin allt þessum blómstur reyna, það þýðir ekki. Þú verður bara að setja inn í þær aðstæður sem fólki vill og fylgjaði eftir það. Skilst allir dæmis í Danmörku, þá sé það víða þannig að presturinn bara segir nei, þetta gengur ekki hérna þegar sko aðstandendur hins látna ætla að koma með val á lögum og eitthvað svona sko að þar vilji menn ekki víkja. Þeir eru mjög harðir í því og þeir skýra ekki í heimahúsum. Nú er bara hending ef að einhver barn er skýrt hjá í kirkjuvenjulegri messu. Það bara gerist á alla. Frjálslyndir sem eru á mörgum sviðum eru mjög íhaldsamir þarna. Það er mjög íhaldsamir, já. Og halda því við og það er nú ekki langa ræður eitthvað svona sko, þennan fráfalla, bara ritningalestrar og söngvar og sálmar og Grundtvig er náttúrulega ábyggilega og svo er þetta haldið áfram í þá verun að menn svo fara þeir aftur inn og þar getur nú verið að fara á veitingahús, ekki svona eins og okkur svona drekkutími, heldur bara í eitthvað át svona aðalréttur og aukaréttur og sitja miklu lengur heldur en við á því. En þetta er náttúrulega ein af þessum risastóru klassísku spurningum kirkjunar.
hvenar á hann að spyrna í fótum og hvenar á hann að taka þátt í einum þunga niður tímans og þeim breytingum sem þar kemur. Það verið búið að tala um Frans páfi fjall frá, þá hafa hann verið frjálslyndur og hafi breytt mörgu sérstaklega til þeirra sem eru jaðarsettir, þó svo það er náttúrulega ekki allir þar. Þannig að ósjálft þá held ég að kirkjan hleypur ekki eftir tíðarandanum, hún þarf að spyrna við svo svolítið föst fyrir, en samt sem áður innan þess, því annars tapar hún fólkinu frá sér. Og það er ekki gott að gera það ef að menn eru mjög harðir í því að standa gegn þessu eða hinu og þetta verði að vera þarna og alltaf, þetta var ekki gott sem að gerist þarna, eitthvað svoleiðis. Nei, ég held að það verði að vera sveigjanleg í þessum efnum. Og það hef ég gert af því að ég var, eins og ég sagði ráðan, þá var ég á móti kirkju og kristni í menntaskóla og svo var ég á hinn veginn aftur og skil svo vel fólk sem að finnst kirkjan bara að vera hundleiðinleg og ekki takt að gera við því og eru bara stattir þar. Kæru áhorfendur og hlustendur, við erum hér í miðju spjalli á samstöðinni við Pétur Þorsteinsson, hann er prestur í óháða söfnuðunum og er að ljúka ferli sínum þar. Ég heiti Björn Þorláksson, við eigum eftir kannski klukkutíma á þessu spjalli, þannig að ekki fara langt. En Pétur, Ranarík, það er neftóbak. Það er neftóbak og það er af því að þessu orðatöku eiði Ranarík, það er gott að hafa það þannig stundu sem er, og það er af því að, ég held ég hafa gert það 3 sinnum, þá er það svona, mann eftir því að eitt sem kom bara, hann var jólakristindómur, hann kom bara jól og jarðarfarir og svo aðfangandaskvöld þá, ég minnistu alla við aftökuherbergina sem hann tekur af sér og menn fara út á aðfangandaskvöld. Það mennur ekki það vera óviðurkvæmilegt orð, aftökuherbergi, það er bara þú tekur af þér yfir höfnina og ferði í hann aftur, yfir Hafnarvörður. Og þá laumar hann að mér svona Rannaríki, dós, og segir þú mátt bara vera þetta því að ekki hitta lengi og þetta var jólagjöfin til mín. Og svo fjall hann frá bara uppi við Korpu hérna upp frá, út með kúlukýlingaköllunum. Og þeir voru kúlu og svo bara allt einu bara fallin frá og þess að þar. Og þá svona gæti ég sagt þessa sögu það að hann hefði gefið mér þetta. Og svo kem ég bara með dolluna og á Rannaríkinu og helli í moldar sáningunum sem hún kemur úr og segir, minn kæri, þetta er mín þakklæti fyrir það sem þú gerðir, þú komst alltaf hér á aðfangadagskvöldi mörg ár, þangað til nú sé ég þig ekki meir og nú ætla ég svona sína smá þakklæti með því að setja þig moldarstampin og molda á þessu með Ranaríkjum. Þetta þótti fólki, þetta er kannski eina sem fólki man úr. Ekki ræðunni neitt eða sálmónum, þetta er eina sem þetta sjónræna. Ég skil. Af því að gerði þetta og þetta var svona kærleika sem ég sagði þetta. Ég var búinn að spyrja dætur hans hvort ég mætti þetta. Jú, þetta var allt í lagi. Þannig að þetta var ekkert sem að var særði neitt eða var eitthvað miður eða eitthvað svoleiðis. Nei. Er ekki orðið heilagur ef þú ferði í hvað? Orðabók. Grískuna. Jú. Þýðir það í raun ekki það sem er hafið yfir hið hefðbundna? Jú, heilagur þýðir eiginlega frátekin. Frátekin. Já, frátekin. Þú ferði inn í kirkjuna, hún eiginlega frátekin. Þú ert ekki með djöflagang þar inni eða diskótek eða sláturhús eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er frátekið, heilagur. Stundum er sagt að ég man eftir ég var í Andakílsárvirkjun og þar voru 2 rólur sem voru ekki til heima á Miðfossum og þá fór maður stundum í rólurnar og eins líka í skólanum á Kleppjárnsreykjum og þá var sagt heilagur andi er í rólunni og þá mátti engin annar fara í hana fyrir en þú kemur aftur og leysti það undan. Og svo var líka stundum sagt að hann er svo heilagur, það má ekki koma við, hann hafi verið vitlaus brjálaður þá, eitthvað svona. En það þýðir eiginlega frátekin fyrir Guð, hver sem er og hvernig eins og það kemur til. Já, og það sem er frátekið, þá er það búið að öðlast einhverja sérstöðu og ég tengi alveg við þetta sem þú ert að segja að ef það er eitthvað eitt og þú getur sagt sögu af því, þá náttúrulega rammar þau inn minningu. Og það er augljóslega það sem að þú hefur svolítið verið að leitast við í þínu störfum. Það er að svona lifa lífinu þannig að það sé kannski hægt að segja sögu. Af einhverju jákvæðni. Er það ekki? Já. Við vitum að hann gat verið bara einu í sprjála einhver eitur upp næta eða hvað sem var, en þá
maður er ekki að tína það til, fólk veit það, en maður reynir að segja góðu sögurnar á til liftalundinni og á athöfninni sem slíkri. En svo velti ég líka fyrir mér af því að við lifum á svolítið PC tímum og sumt af þínum orðum kannski, sumum finnst kannski að sum orðana séu svolítið hættuleg sem hafi þótt allt í lagi fyrir einhverjum áratugum. Já. Og hérna til dæmis skaufa skjól. Já. Sundskýla. Sundskýla, já. Sundskýla það ekki hér yfir sundlauginni þegar við erum að synda. Það er sundskýla, skýlir sundinu. Skaufaskjól skýlir bara skaufanum. Já. SK, þarna koma nýstöðlarnir saman og það kemur þar inn á sem er dýrmætt að hafa. En heldur einhverju sem hlustar á okkur núna hérna, að einhver hugsi, þetta er bara klám? Já, sko, það fer eftir bara þínu, hvernig þú hugsar. Ef að þú ert í þessari deildina dæma alltaf eins og Sundurfélagsmiðlunum, ég verið alveg skotið niður einhvers staðar þar og... En hefur ekki sko fundið sjálfur að kímnið þín og svona þessir orðaleikir þeir hafa? Jú, það fer á mörkunum stundum og fólk segir þetta sé... Og hefur það orðið erfiðar og erfiðara? Ég held að já, af því að dómarnir er svo miklu harðari núna, dómstólgötunar, Sundurfélagsmiðlum, þú sest bara niður, handar í skermin og ítir á takkan og þetta er farið út. Bara miklu með og þegar maður er að sína, lesa þetta inn á Sundurfélagsmiðlum þá geta menn verið svo ótrúlega óheflaðir í framsögnum tínt til bara verstu orð sem að til eru í mólinu. Þú ert ekki sjálfur á Facebook? Nei, það kunni ekki... Sennilega bara vegna þess að þú myndir fá vel á baukinn? Já, ég myndi segja eitthvað þar sem er notað gegn kirkju og kristni og óháðsöfnurum. Nei, það gerir ekki, en kunningi minn er svona heldurinn úti, Jón, 500-kallinn Jón Sigursson og hann hefur svona, ef það er einhverjar viðburðir eða eitthvað svona til þess að halda með að segja frá. Þá er hann að auglýsa kannski einhverja meiri áttar messur eða athafnir eitthvað svoleiðis og svo náttúrulega á morgun í lífslokamessunni klukkan 2 niður í Óháð og þá setta hann þar inn á eldur í lofti. Nei, ég geti sett eitthvað inn sem væri mislesið og dælt á hinn veginn. Það vil ég alls ekki gera. Til dæmis að þú kallir síðustu messuna þína lífslokamessu. Já, það er nú bara eitt. Það finnst mér fólki vera ekki starfslokamessu. Það er ekki starfslokamessu? Já, nei, lífslokamessu. Mínu lífi er lokið þannig þennan tíma, 30 ára þróttlustrónaverkefni og nú er bara komið að mínu lífi líkur. Já. Jú, þetta er á mörkunum, sko, að þetta tengist dauðanum líka, sem fólk er hrætt við. Já. Þú ert ögrandi. Já, þú þarft að vera til þess að sé tekið eftir. Kristur var náttúrulega ögrandi og ég er ekki að vera mig saman við hann aldrei. Mesti byltingar. Já, sinni bara sögunar. Já, og maður er ögrandi og það vil maður gera til þess að sé tekið eftir í hvað þú ert að segja og tjá þig og eitthvað svoleiðis. Já. Og þessi messa morgun verður kannski ögrandi fyrir einhverja af því að maður notar svona þessa fjöl þarna með þessum ágæta kvistakatti og til þess að segja tjáning í boðuninni. Bara þetta handræna, sjónræna í höndunum og geta notað þannig. Já. Nú er kannski ein ástæða þess að þú ert hér í þessu spjalli við mig svo að ég kynntist þér ekkert alls fyrir löngu bara í heita pottinum í Vesturbæjarlaug og það má eiginlega segja að það skýri það af hverju þú ert hér hjá mér því að ég hef náttúrulega alist upp á og verið lengst á starfandi í allt öðrum landshluta og bara svona, jú, ég man eftir þér óbeint, ég held að maður tók einhverju sinni þátt í spurningakeppni sem Karl T. H. Birgisson stýrði og Rás 1, hvað hét hún aftur? Orð skulu standa. Og þá var alltaf verið að spyrja út í 2 orð sem hann tók fyrir. Já, úr þínu ranni, úr orðabókinni og maður hefur svona, eins og ég segi, maður hefur fylgst með þér og fjarlæg en ég hef ekki svona kynst þér fyrir en bara þarna í heita pottinum í Vesturbæjarlauginni og ég hef rekið mig á að þar virðistu vera hluti af alltaf svona öflugu samfélagi, er það ekki rétt? Jú, ég vaknaði 6:17 á morgnana, í minna en mínútur frá Vesturbæjarlauginni þannig ég hleyp yfir og er komin svona 6:24 og það er í aftökuherberginu, það sem byrja að taka af þér og þá heitur með á milli og svo syndi ég minn halva kílómetra á svona 14 mínútum og fer svo í heita pottin til þess að hitta félagana og rappa og ræða og það er alltaf eitthvað, það er aldrei þögn í honum. Nei. Og það eru ágætis félag til þess að Árni Björnsson þjóðháttafræðingur og Þór Magnússon sem er þjóðminjavörður fyrir sem að þar er. Dóttir hans að stýri núna? Já, Harpa.
og sem var að reka fornleifafræðinga. Reka fjóra fornleifafræðinga. Þeim til mikilega gremju. Það reykt ef maður missi vinnuna sína, hvar maður að geta á morgun eða kaupa lambalæri eða reyka fyrir yfir næstu helgi eða eitthvað svoleiðis. Þegar maður kemur þar, það mjög erfitt náttúrulega og ekki vegna sem þeir eru sett skilir það eigi að draga saman og einhverja breytingar, eitthvað svoleiðis. Þannig það eru fleiri þarna sem að eru í þessum hópi. Guðmundur Lýðsson, pabbi Bakkabræðranna, Gústaf Lýðs og Óli Kristjáns, hann vinnur hjá menntaráðuneytinu eða nýsköpun eða hvað það heitir, alltaf verið að breyta þessu. Jú, akkurat. Og þannig þetta svona hópur þar. Þetta flottu kjarni. Já. Og menn láta allt vaða. Allt vaða þar og allt fer inn, vítt og innúr. Þetta svona örugt svæði, þetta eins og í Vegas að það sem sagt í pottinu, það skilja eftir í pottinu. Gersamlega. Jú, alveg reyndi. Þú mátt ekki hafa eftir. Nei, má ekki hafa eftir og segja og þar máttu segja hvað sem Sigga Bjössa, Stína Bjössa og Badda og Stjána og Nína í Nesi og Dótu í Tungu og hvað það heitir allt saman. Ég hef stundum verið þarna morgunlega og dottið að orðið vitnað mjög mikill svona leikfimi sem að mér sýnist mest vera eldri borgarar. Jú, það er. Tekur þátt í því? Nei, ég er búinn þá. Þá ertu búinn? Já, þá er ég búinn eitthvað af því að ég þarf að vera komin á. Þetta er mjög kraftmikill hópur sem þarna er. Vinir Dóra heita þeir og þeir koma þarna saman á morgnana og hafa svona skankaskak. Skankaskak? Já, skankaskak. Það er. Þú hefur skankana hérna, skankið þú þetta með mig, það er skanki og leikum það skankaskak, SK, og það er nýstöðlaði sem kemur inn. Og það nota ég óspart á elleimilinu. Já, en sko við það að fylgjast með þessum hópi og heimur orðið ljóst sko hvað ellin í rauninni orðin allt önnur, allt annað fyrirbrigði í dag en var þegar ég var krakki sko. Ég segi það stundum bæði í grín og alvöru að sko mínir forfeður og frændur og frængur þær unnu frá sér allt vitt og skrokkur hann búin upp úr 60, fólk laðist í kör og dó. Þú sem ert náttúrulega á þessum tímamótum núna, þú ert að hætta að vinna formulega að þú getur kannski bara átt góð 20 ár eftir í Vestfjörðum. Það ef hausinn í lagi, að þá bara gæti það alveg gerst með því að ef maður þarf að halda sér viðskaplega til þess að geta hreyfingin verði ekki feitibóla fyrir aldur fram og hafa sæmilegt úthald eins og grundin mín kompa upp á 4. hæð og ég tek aldrei lyftan heldur hleyp upp tröppuna þar og þá með svona smá hjarta sem maður gerir og smá móður. Allt svona er dýrmætt til þess að sinna. Þetta þykir nefnilega svolítið flott í dag að vera sko að fara í sund, að vera úti, hreyfa sig, hitta fólk. Ég held að það sé hort miklu meira til þessa í dag heldur en hvort þú átt einhverjar auka milljónir eða þú ert komin inn í. Ég held að það sé á hreinu alveg. Þú hefur það ekki með þér yfir en. Þú hefur ekki það með þér yfir og þú hefur sko, ef þú hefur nóg, hver er þá munurinn á þeim sem hefur nóg og þeim sem hefur meira en nóg sko? Nei, það er bara tilgáðs lítið að gera slíkt í því tilviki og stóðkerfi líka með það að maður bara sér maður þegar maður sér fólk sem er komið inn á ellheimili og yngri maður sjálfur að það þarf að nota göngugrind og hefur kannski lent í einhverju sjúkdómi eða sleysi einhver svoleiðis en ef maður, því að það er bara svo rosalega mikil hefting að geta ekki hreyft sig sæmili og verið á ferðinni í stað sem vera með hækju eða göngugrind eða eitthvað svoleiðis tala ekki hjólastól, þá er það bara búið. En maður sér víða sko þessa virkni og þessa glaðværð hjá eldri borgurum en á sama tíma vitum við að kannski hefur aldrei verið meiri einmannaleiki og meiri alkoholismi hjá fullorðnu fólki og við þurfum náttúrulega að vera miklu betur vakandi yfir högum og háttum náunga okkar. Já og það er náttúrulega koma þessi söndufélagsmiðlar, ég kom í heimsókn daginn eða eitthvað milli jól og nýjárs bara bankað upp á og þá sögðu þau hjónin að þú ert bara svo fyrst að ég gert þetta í 2 ár. Er það? Já, og með þess að krakkarnir þeirra, þau hringja pabbi, má ég koma í heimsókn eða mamma, ertu heima þarna drekkutíman á þriðjudaginn eitthvað svoleiðis. Og þetta er náttúrulega þessi, einhvern veginn samfélagið orðið miklu lausari þeirri merkingu og ég hef nú með systkini mín alltaf
verið að segja það, við eigum ekki að hittast þegar við erum í döðudeildinni, þau koma í jarðarfarirnar og allt það, en við eigum að hitta fólkið áður en að það fellur frá. Og þá hef ég samband við þessi kannski 3, janúar, febrúar, mars, einn í hverju mánuði og við megum koma þennan daginn og við erum kannski 4, 5 sem hinn en aldrei koma til alltaf og hitta þetta fólk. Og þarna koma sögur frá okkar ættmennum og forfæðrum, tjáningu og maður kynnist þessu á nýjan hátt sem maður hefði ekki gert annars. En svo mæta þau þegar einhver er fallin frá og sína samstöðu þá, en það er of seint. Þannig ég er alltaf að reyna að segja þeim að við eigum að hittast áður en einhver er fallin frá og það er alltaf freka bara, því það hittistu bara í 1,5 klukkutíma og ekki þennan sem er fráfallin heldur hina, þá situr á sama staðnum og svo er bara menn farnir heim. Frá því að jarðarförin lýkur og þangað til að allir farin út þar svona 1,5 tími. Eins og tæpur. Og margir fara bara mjög fljótt eftir hálftíma þá er farnir. Ein sem að ég hitti svona Fríða frænka eiginlega. Jæja Fríði, með hvernig, ég hef nú ekki séð lengi og þú varst í jarðarförin hérna áðan, hvernig var hún? Æ, hún var ekki góð. Nú, var ræðan ekki góð? Jú, hún var góð, þú sagði létta sögur af viðkomandi og þess áttar. En síðan þegar ég fór inn í drekkutíman, erfiði strikkjuna, að þá sátu menn þar inni og þeir voru ekki að tala við mig. Ég hafði ekki séð suma í áratugum saman og þá voru þeir strokufangar. Strokufangi, veistu hvað það er? Nei. Jú, nú skulum við bara sýna það hérna. Nú kem ég bara til hérna, strokufangi, þetta fangi sem eru að strjúka hérna og drekka hér á milli eitthvað svona og Fríða frænka satt bara eina og vissi ekki og engi vildi tala við mig eitthvað svona. Það var mjög illa gert, gagnvart Fríðu. Já, þannig strókufanginu kannski eitt af sem er með jákvæðurinn sem ég kom með. Af því að nú sagði við mig Snorri bóndi heitinn í Geitafelli í Þingeyjarsýslu, jarðarfarir eru helsta skemmtun gamla fólksins hér slóðir. Slóðir, já. Og hérna á þeim tíma þá var ég ungur maður, ég skildi ekki hvað hann var að segja, mér fannst þetta mjög kaldranlegt. En í dag skilur það? Já, ég skildi miklu betur í dag og mér finnst þetta í rauninni hinn dýpsta speki sem ég hef heyrt dagana. Já. Þarna kom fólk saman og hittist. Já, einmitt. Og þá var nú eins gott að maður gefi sig að þeim sem... Já, þá er þetta ekki stundu segja ekki vera strókufangi, núna er við strikkja nú eftir. Nei. Og svo gengi á milli borðana svona heilsa, af hverju þú strókufangi? Ég þurfti að senda svona smá skeiti eitthvað. Já, þú ert bara í 1,5 klukkutíma, sér þetta fólk ekki áratugum saman eftir það. Einmitt. Það er, að þú spyrir áðan hvað orð svona sem væri kannski ánægast með, mér finnst það vera mjög fangið þess að þurfa að strjúka rábrauðsett og rábarum og rausar og getur komið því við þar. Já. Þannig þetta er svona hlutur af því. Segðu mér aðeins af svona persónulegu lífið þínu. Ertu einhleypur maður? Ég var giftist 95 þegar ég var vígður þá líka og í sama mánuði og hafði nú sagt með 5K sem ég indafendi, það var kofi, krói, kall, kona og svona kannski eiginlega krakki því ég fekk 2 börn elskuleg í meðgjöf, 12 og 15 ára, meðgjöf, og svo áttu við eina stelpu Ástu sem er í Englandi núna, í London, lærði verkfræði þar úti og mamma hennar býr þar úti. Hún var að selja miða. Hvað heitir mamman? Helga Brím. Helga Brím? Já, hún var kennar í MR í spænsku. Hún var úti á Mexíkó, kynntist þar sínum kalli sem krakkaði með sér 2 og bjóð þar í 15 og 1,5 áratug og hún er þar úti og síðan náttúrulega þegar þú sér þetta að fjölga söfnuðinum úr 1000 upp í 2000 árið 2000 þá ertu burtu helgar og hátíðir á kvöldin oft og einhvers staðar út eins og útspýtt hundskinn til þess að fá fleiri til að koma inn í söfnuðin. Fór það með hjónabandið? Já, að því að tók þá söfnuðin fram yfir hjónabandið. Fram yfir það að gefa mig að fjölskyldunni og ég galt þess og síðan hef ég verið síðan 2002. Og ég 7 ár saman þá skildu síðan. Og ég greini eftir sjá.
Jú, það er alltaf eftirsjá af því að geta gert það. En það er þá eitthvað annað sem kemur í staðinn sem maður hefur fengið, maður kannski ferðast meira eða verið lausari við og ekki þurft alltaf að hafa áhyggjur af því að maður standi sig ekki heima með fjölskyldunni og geti inntaða hendi og synd. Áttu barnabörn? Nei, ekki nein. Nei. Hún er, ég var guðskildingur þangað til 41 árs og hún er guðskildingur enn 29 ár. Þannig að við erum... Guðskildingur. Já, það er svona þessi geldingar sem Guð hefur svona komið til. Ég held alltaf á Gamlástegi Kirkjuársson sem er síðasti laugardagskvöld laugardagur fyrir fyrsta sunnudag í aðventu. Þá hef ég alltaf svona tilhleypingateiti heima á prestssetrinu. Þar býð ég guðskildingu sem eru ósviptir sjálfsvorðinu, ógiftir, og líta á liðið sem þar kemur til. Og það er alls konar lið sem kemur. Ég þekki ekki alla því þeir taka með sér einhverja vini og vandamenn og vel unnara til að koma. Og stundum veit ég fólk einhvers þar. Ég var nú hjá þeim, hvenær var það þá? Kom það einmitt í þetta tilhleypingateiti og ég man alltaf ekki eftir þetta. Það stendur yfir kannski 3-4 tíma. Svo skjótu alltaf upp skoteldum. Og það má náttúrulega alls ekki á þessum tíma. Og löggan, ég veit ekki hvað löggan er kannski ekki að koma, þannig það er aldrei verið neitt verulega. En einu sinni kom kona þýsk þarna alveg nýtt hersli vilkommen, alveg sagði bara, Pétur, þetta gengur ekki lengur. Ég er með hunda og þeir verða svo hræddir og fara ekki að éta lengur og til að mynda á milli jól og nýjárs og fram með yfir 13. Þá þarf ég að fara í sumarbústað með þá austu fyrir fjall eitthvað og vera þar. Má ekki bjóður að koma inn og fá smá svartbönuseiði og kaffikökur. Nei! Get ég gert til þess að verða? Nei! Og er það eitthvað sem að þú vilt að ég breyti til? Bara sé ekki það! Þannig að það var mjög reið. Og þannig ég hef nú svona dregið aðeins úr þessum. Síðast voru svona bara bleis svona til að gera og syngið nú áriði liðið. Í allt annað skaut og aldrei það kemur tilbaka. Já, og gengir í sér hvað gleð og þraut. Það gerði alltaf runni á eilífðarbraut en minning þess víst skal þó vaka. Þannig að þetta er nú... En málbeinið er afar liðugt. Já, og stundu segja menn að ég tali of hratt. Og ég hef nú reynt að hægja á mér hér en stundu tali eitthvað. Það er það svona að segja með á milli. Því að, já, ég man eftir bara núna síðast að þá af því að ég mátti ekki vera með ólangan lestur þar að segja hérna hjá gamla fólkinu þar svona var ég talið frekar hratt og þá segja kona ég náði ekki öllu sem hún segir en manna ekki öllu sem hún segir þú sett með góða heyrn og yngri og fólk talar hratt og mismunandi eins og á þessu sundarfélagsmiðlum sem að eru svona með síflis fólki sem er þannig með síflis það er sífellt að flissa. Já, þetta er ansi mikil menningabreiting og við erum ekki búin að bíta úr nálinni með þetta og til dæmis bara svo ég opni mig um það að ég átti þarna 2 ung börn sko á sama tíma og samfélagsmiðlar reiða sér til rúms og maður bara vissi ekkert hvernig maður átti að bregðast við og enn erum við svolítið í þeirri stöðu að við vitum ekki alveg hvað við eigum að gera sko hvort við eigum bara að taka þetta úr umferð það er sem með skólana og svona að það er mörg önnur ríki sem að hafa stigið miklu fastar og svona með ákveðnar til jarðar en hér er alltaf einhver svona endalausar efasemdir frelsi barnanna til þess að fara til helvítis. Jú, gersamlega og ég held að það sé ekki hollt að við erum að setja börnum okkar mörg. Nei. Eins og í skólanum að leika sér saman og tala saman og það verða inn að það á hendi því að það er ekkert heilbrigt að vera strókufangi alltaf í fyrirmöndunum og jafnvel inni að skoða það. Þetta er svona inferno-stemning sko stundum að ef þú sér skugga yfir bara 10 ungmennum sem sitja saman og engin og þetta er bara meðal okkar fullorðina líka að það er engin ungmenni til ef ekkert okkar er tengt öðru og við erum öll bara í okkar eigin heimi og það er bara skuggi yfir andlitinu þá þú ert strókufangi á meðan og einhvers þar út í heimi stattur þegar þú ert á já, það er bara niblungarhingur í sjálfu sér sko já, það er mjög slæmt. Þess eins og Fríða frænka náttúrulega, hún er bara, þetta var bara mjög slæm jarðarför fyrir hana af því að það var enginn sem gaf sig að henni. En Pétur, áttu einhvern trúnaðarvin, áttu góðan? Já, við erum svona, það er mikilvægt að eiga trúnaðarvini, sko, ég er í karlahópi þar sem eru
sjúkraprestur, brjálfræðingur eða sálfræðingur og svo einn sem skrifstofustjóri fyrrverandi. Við hittust alltaf heima hjá hverjum öðrum á misseri, myrðislega, svona í kvöldkveðifylli og svo í annan tíma líka förum í sumarbústað og hittumst og stundum ringi maður og heyrir eitthvað svoleiðis. Það er afar mikilvægt að geta gert að tjáð sig og fundið út úr það sem kemur að. Og svo Guðni Björnsson, hann góður félagi, búinn að vera það í gegnum fræðslumiðstöð í fíknivörnum og með Funa, svona forvarnastarf þar. Og Jón Sigurðsson sem að 500 kallinn sem kallaði svo, hann var hjá réttindagæslumaður fatlaðra og núna komið réttindagæslumaður eða réttindar einhver ráðunautur sérfræðingur hjá sýslumanni núna. Þetta góðu félagar sem hittir og hefur mikilvægt að geta inntað af hendi og kjafta hvað sem Já, það skiptir mjög miklu máli. Var miklu. Þú lífsglaður? Já, ég hef aldrei dottið niður, kannski ég bara alltaf upp í maníu, ég hef aldrei fallið niður, aldrei orðið þunglindur, aldrei. Já, bara í símaníu? Já, símaníu bara eiginlega. Já. Þannig að, en ég get átt mína hljóðustundir samt sem áður og eins og þegar fólk að koma í samtal við þig eitthvað svona, þá hlustar þú bara og ert ekkert að grípa fram í. Man eftir einu sinni, hann kom upp í kirkju og talaði við mig á bíl 1,5 klukkutíma og bara malaði alveg rosalega og svo katt hann og fór og ég sagði velkomin að hafa samband aftur og hann hafði aldrei samband aftur. Svo var ég í biðröðinni við himnesku hamingjuna í dauðadeildinni einhvern tímann, erfiðisdrykkju. Þá kemur maður upp að mér og segir, manstu eftir mér? Nei, ég man ekki. Nei, hver þú? Já, ég kom einu sinni til þín upp í kirkju og þú leiðið mér að tala í 1,5 klukkutíma. Ég bara hellti úr mér öllu því sem hafði verið og bara og síðan hef ég ekki þurft á neinum að halda eftir það. Hann fékk bara tjáninganu og ég bara einhver maður sem hann þekkti ekki til og ég ekki hans heldur og bara valt upp úr bara hvað sem var og þannig að hann sagði þetta bara bjarga sér í þessu tilvíku, þess að þurfti hann ekki að koma aftur. Þannig ég á mína stundir alveg sem að ég hlusta og ekki að grípa fram í og eitthvað þess áttar. Sigmar Guðmundsson, þingmaður Viðreisnar, hann fékk einu sinni blaðamannaverðlaun fyrir viðtal sem hann tók við sjómann sem hafði lifað af minni mig, skips skada. Ég held að allir vinnir hans í áfninu hafi drukknað og Sigmar spurði einnar spurningar í upphafi og svo ræddi sjómaðurinn þessa reynslu hvort það tók 40 mínútur eða hvað það var, ég veit það ekki og þetta var valið viðtal ársins. Sigmar fékk verðlaun fyrir þetta yfir því að hafa aldrei rofið frásögnina hans, aldrei skotið inn í neinu, á bara upphafið, en hann var allan tíman, hann fylgdi honum allan tíman, mjög stíft með virkri hlustun og auðvitað með augnaráði og hluttekning og öllu því. Þannig að hann þurfti ekki að spyrja inn á milli. Nei. Og þú getur verið náttúrulega sem sálusorgari eða hlustari eða hvað maður á að segja, þú getur verið mjög virkur í hluttekningunni gagnvart því að hlusta á frásögn gest sem komið til að hitta þig án þess að þú opnir munnin, án þess að þú segir nokkur orð. Já, það sé mjög mikilvægt einhvern veginn. Og í þessu síblaðri sem náttúrulega víða og auðvitað tala ég núna eins og gamall beiskur kall sem ég en sem sagt í heimi yfirborðsins oft án inntaks og svona þú veist endalausa blaður þá finnst manni oft sem að við séum svona smám saman að glata hæfileikanum til að hlusta með hluttekningu og bara í hægðinni gerist góði hlutir sko. Ég man eftir bara einu málsæti hægist mein þá rætt. Þegar þessi kom þarna til mín og þessi kannski sjóma líka, hægist mein þá rætt þá það eitthvað sem gerst og hulinsár eru hættust, þau sjást ekki utan á þeirri allt sem hafa komið í gegnum og svoleiðis. Hulinsár eru hættust að þá sé eitthvað til staðar sem að þú sem hlustandi geti leyft viðkomandi tjá sig um. Þannig þessi tveir málsættir hafa verið mjög einhvern veginn kæri undanfari. Ég bara kannski 3 ár síðan sá þá í páskaegginu einhvers staðar. Hulinsár eru hættust og hægist mein þá rætt.
Þannig þetta er eitthvað sem að þessi tjáning eða maður getur fundið út að sé til staðar, að hún sé hagstæð og góð með það. Nú varðandi hérna pétrískuna og orðin þínu öll nýju og húmorinn og glaðverðina í textanum þínum, er það rétt skilið hjá mér að hefur, eða var það allavega þannig á tímabili að ágóðun af það var alltaf verið. Já, fer alltaf til góðra mála. Já, til kristilegs félags heilbrigðisréttar. Þetta voru bara fyrsta árið sem að voru þessu 40 og 60 og fór til kristilegra skólasamtaka. Já. Og svo var það kannski einið framhaldi og þá var einhverjir sem að sögðu þessi orð væri ekki hæf og stjórn þeirra talaði við mig. Sagði Pétur, ef þú voru að taka þetta þarna út og þetta gengur ekki hér, þá bara kvaddi og þakkaði fyrir og síðan hefur kristilegt félag heilbrigðisréttar alltaf fengið ágóðan af þessu. Ég er búinn að á aðalfundi þeirra nokkur ár alltaf gefið góða upphæð fyrir sölu bókarinnar. Já. Og þannig að þú lætur þér ekki duga að predika bara samfélagi, þú ert virkur í því að jafna kjörin Já, ég reyni það að veikum mætti og þetta var stofnað 78 og síðan kem ég alltaf með gítarinn og var að reyna að teka þetta alltaf fram yfir nema ég sé erlendis eða eitthvað sérstaklega og með sé að ég sleppti síðustu prósessi eða pókahlaupinu. Það var pókahlaup á prestastefnunni, það sem að prestarnir hlaupum í pókunum, pókaprestar, og hundabandahátíð með hundabandum á hálsinn og sleppti því þar og viðurgerningi hjá biskupnum og eftir, hjá bissu og tók fram yfir það að vera að spila undir á gítarinn á þessari stund sem að þá var upp frá, sem er alltaf á síðasta mánudag í hverju mánuði, sem er svona fræðslufundur og eitthvað svoleiðis, svo er súpa á eftir og hitta þessar elskulegu konur. Og það náttúrulega, það er mjög erfitt að fá yngra fólk til þess að starfa inn í einhver svona, en það hefur ekki, það vantar alltaf erfitt að fá einhverja til að koma og tjá sig og vera með. Eru allir góði prestar jafnaðamenn? Ég held ætti að vera það, þeir eru náttúrulega boðskapurinn sá að ætti að vera það í því tilviki. Að jafna öll réttindi, hvort sem það eru konur karlar eða hjaðarhópar eða laun eða eitthvað svoleiðis. Bjarni Ben sagði að Sjálfstæðisflokkurinn tryði því ekki að jöfnuður væri eftirsóknarvert takmark. Hann tryði því ekki? Nei. Ég er í stjórn eða háskóladeildar sameikis. Sameiki er þess að rann saman starfsmannhjóður ríkisstofnana og starfsmannhjóður Reykjavíkurborgar og þar kom Sonja Ír sem er formað BSRB og hún var að tala það fengum hann til að koma svona smá fræðsluerindi upp áður en almenn aðalfundastörf hófust og þá var að tala það sko að af hverju konur samt sem áður, það jafnlaunastefna og jafnlauna yfirlýsing og yfir allt þetta allt á að vera jafn, en samt sem áður mismunur á milli. Og þetta einhvern veginn liggur í, ég veit ekki, kannski við fruntalegri í framkomi kallarnir eða djöflaskapurinn meiri hjá okkur heldur en konum, menn láta undan þar í sambandi við þá launa greiðslur einhver eða hvað annað sem kemur til. Og þannig að hún sagðist ekki í sjálfu sér kannski hafa neina ákveðna niðurstöðu. Stundum erum við betri í svona samræmingu eða jafnræðinu og svo aftur kannski ári á eftir að 2 ára síðan þá hefur afturbilið aukist. Þannig að við þurfum alltaf að vera á vaktinni, alltaf á baráttunni og alltaf að hvetja til eins og þessi sem í forsvari fyrir verkalýðsfélög, hvort sem það í Eflingu eða BSRB eða sameiki eða hvað annars þarf við komum að þessu. Góður prestur samfélagspólitísku prestur, ekki satt? Jú, hann á að vera það. Hann á að benda á hvað miður megi fara og hvað sé ekki gott og annað þess að reyna að taka á þessum málum til að benda mönnum á að það sé ekki rétt að hafa ofurlaun og hafa eitthvað miða við þann sem að bara við hungurmörkin. Nú eru algjör valda umskipti í samfélaginu. Allstaðar konur. Já, en ég líka að ræða sko hvernig meirihluti Alþingis skipaður. Það náttúrulega bara, þetta mjög sögulegi tímar að við erum núna með
meiri hluta sem hvorki skipaði Framsóknarflokkinni Sjálfstæðisflokki. Já, þannig að, já, og sitt og hverju áttin, já. Og síðustu daga hef ég svolítið verið að, ég er nú búin að vera með flensu, þannig ég er bara líka upp í rúmi og hef ekki haft neitt skáratillt undur sem að fylgjast með umræðu þingmanna í veiðigjalda umræðinni. Og þar sér maður svona mjög sterka polariseraða línu á milli meiri hlutans og minni hlutans. Fylgist þú sjálfur mikið með pólitík eða myndir þú telja þig flokkspólitískan? Já, ég held það, til að mynda lúslesi ég blað allra eftirlifandi landsmanna. Ég ger það nú á elliheimilinu því að vitna í það og eitthvað svona hvaða söngvaðum eigum tengja við þessa frétt eða hina fréttina. Og síðan hitti ég kunningja minn, hvað frétt af pappaðinum, þá voru dauður í tæpa 10 mánuði. Og það bara, Pétur, þetta má ekki koma fyrir aftur, það nú lúsles ég allar dauðatilkynningar, allar dánatilkynningar og í dauðadeildinni á Tabba til þess að vera bara viðráð hæfur og þá náttúrulega síast inn í það sem að kemur fram, þetta nú kannski eina dagblaði sem eftir og svo kaupi ég alltaf skessuhorni af Skaganum hjá Magga af því að ég er ónum Borgarfirði og maður vil halda því á lofti. Fínasta blað, aldrei fyrirmyndar og ég greiði alltaf 5 ár fram í tíman. Og ef ég drefst núna, greiti núna bara daginn, 5 ára til 75 ára og ég er búinn að segja Magga það að dauðadeildin mín, dánarbúið, hefur engan rétt til þess að sækja í þá dánarbúi eða eitthvað til skessuhornsins sem ég greiði tilbaka, aldrei. Þetta sem bara mitt framlag til þeirra til að virða þetta góða blað og héraðsfrétta blöðin eins og Afríku norðan sem að Dagur og Íslendingur og Akureyri, nú bara ekki neitt svona lengur, nei. Þannig þetta er afturför og ég reyni að lesa þessi blöð og fylgjast með og horfa inn á það, en ég er ekki mikið inn á sundurfélagsmiðlunum og dett svona út þar, en maður er vel uppfræddur af kastljósi og náttúrulega þessum ágæta þætti núna með svona þessar hlustu nú og gamli sveitasýnin mín komin aftur. Gamli sveitasýnin. Jú, þegar að þessi uppákoma hjá Ríkisskattstjóra nú er búið að taka upp samtölin og nú getur menn búið að hlusta á þetta gamli sveitasýnin. Þú þekkir það nú fyrir norðan úr þegar þú var strákur í Mývatnssveitinni. Ég ólst upp við gamla sveitasýnin. Já, og nú er bara samtölu og allt það sem maður getur að hlusta á og hvað menn voru að tala saman. Nú er gamli sveitasýnin aftur komin í gang. Stuttlöng, 2 stuttar heima. 2 langar stuttlöng heima. Já, það. Já, það er nokkuð með sama. Þannig að það stökku allir að stað og svo. Til að koma því við. Já, þyngdist alltaf dum. Já, eftir sem fleiri tókum þá verið farið að símanni, ég er ekki í Siggu. Og svo gerir maður að stundum að ganni sínu að leik þegar maður var krakki, og strákapör að ég hringdi vinn minn og við höfðum sammælst að ljúga einhverju mjög hressilegu. Já, ykkur á milli. Já, og svo laug maður einhverju og maður heyrði bara hvernig þeir sem voru að hlera gripu andan á lofti og svo bara var kviknaði í byggðinni 10 mínútur seinna. Þá var allir bara, hvað þetta við gerst? Og þá þurftum við brennuvargarnir að standa fyrir okkar máli. Standa fyrir ykkar máli og slökku eldar sem hefðu kviknað og loguð enn. En þeir sem voru að hlera, þeir voru líka beinir þáttakandi. Já, í þessu, já. Þannig að kveikur núna hefur kveikt í þessu til við svona vissan átt svona eitthvað sem þannig kemur til. Já. Þetta er ósamlegu tími að vera með sveitasímann. Já, þetta var afskaplega. Það er svo margt úr fortíðinni sem maður horfir tilbaka og er fullur nostalgíu gagnvart. Já, þátíðarþrá, fortíðarfíkn. Já, tíminn sem við höfðum, hvort fyrir annað og félagsskapurinn, ævintýrið, undrið, hvernig við gátum á 10 mínútum safna saman 10, 20, 30 ungmennum og allir út á tún að leika. Já. Bara búm, bara hlaupið hús úr húsi. Ég tók eftir því þegar ég fór ég var mjög seinþroska maður. Ég er ennþá mjög seinþroska og ég held að mér kláraði ekki háskólagráðuna mína fyrir en bara undir 8. Já. Nei, ég segi það nú ekki, en það er bara ekkert mjög langt síðan. Ég kláraði mínar háskólagráður og ég held að það hafi verið 2012, þá var ég að vinna hópverkefni með nemendum sem voru 20-30 árum yngri en ég. Í háskóla? Það var reyndar á háskólanum á Akureyri, tók meistaragráðuna hérna frá HÍ reyndar. En mér var það á einhverja helgina þegar við vorum að vinna þessu hópverkefni að ég hringdi í einhverja til í þann sem var að vinna hópverkefni með mér. Já.
og gott að það var ekki bara á laugardegi og mér var bara svona kurteislega bent á það að þetta væri allt og persónulegt. Þetta væri bara svona eins og einhver árás. Já, bara hringja. Þá þegar var þetta komið út í það að þú sendir tölvupóst, þú sendir skil og messenger eða eitthvað svoleiðis. Þetta er orðið allt of intrúsíft að bara að hringja. Og síðan hefum við bara fundist svolítið eins og þú hefur að tala að við erum alltaf að pakka okkur meira og meira inn með alltaf fleiri lög í kringum okkur til þess að verja okkur sem er þó orðin andstæða þess sem maður saknar mest úr fortíðinni sem er þetta spontant ævintýri á stundinni, eitthvað sem krafturinn, einmitt, og fá að gera mistök þvílík auðlegð sem það er að fá að gera mistök. Ef við ætlum bara alltaf að koma í veg fyrir að allir geri mistök, þá endar það náttúrulega með því að við leyfum börnunum okkar aldrei að gera neitt. Nei, þau sett bara í bómull og... Já, við klæðum þau í 20 lopapeysur til þess að það verði ekki kalt, sem þýðir það að þau munu ekki taka eitt einasta skref glöð því þau eru í 20 lopapeysum. Geta ekki hreyft sig í því allu. Nákvæmlega. Tengirðu við þetta? Já, ég held að sko vegna eins og var að tala áðan með að þessi sundufélagsmiðlar, þeir koma fólki burtu frá hvert öðru og þar fá menn tjála sig eins og var að tala hringinguna með þessa ritgerð þína sem að bara hlutur á lífinu þegar maður er að gera eitthvað að hafa samband við þá sem eru með mann í einhverjum hópi. Það finnst mann bara að vera hlutur á lífinu. En þannig eru menn búin að setja þessu mörk og svona yfir færist þetta á allt samfélagi viðbót og bara eins og þess að þarna sko það ekki gerst í 2 ár einhver hefur komið heim til þessari hjóna sem ég kom í heimsókn til af því að þau voru ekki vönd því sko, þeirra vinir og vandamenn að koma bara og banka upp og ég var með svona smákökur og gaf þeim af því að kallinn var aðeins veikur þetta var bara held upp og kjaftaði bara í tæpa 2 tíma þau voru bara þetta er ekki gerst Pétur bara, bara í 2 ár held ég að einhver svona, frá því þá hafði einhver gert svona. Já, ég held að landlæknisembættið og kannski bara þjóðkirkjan ætti að bara efna til alvöru átaks, alvöru vitundavakningar. Við erum alltaf að safna peningi fyrir eitthvað svona sem er fínt. Við skulum endilega halda áfram að safna peningi til góðra mála. En sko, við þurfum einhvern veginn að mínum að fara bara alveg inn í kjarna tilvistar okkar. Og við þurfum að efast allt það sem að við höfum trúað undanfarið. Það er ekki alltaf þannig að þekking aukist og batni og verði mikilvægari frá ári til árs. Stundum förum við tilbaka. Já, það kemur til og þannig sko held ég að fólk einangrist og þess vegna meira einangrun og það er nokkuð átak sem tölum saman, það er einhver smá átak í því núna þar sem að koma einhverjir kannski kemur landlækara því að einhver samfélagseflingi veit ekki hverju það eru sem standa þar að sáu þau bara í aftökuherberginu í morgun bara var kjaftað mikið við liðið þar í aftökuherberginu í Besturbæjarlauginni þannig að við millið hvað það er en þetta þurfum við að gera að tala saman sko, þannig að sé ekki bara alltaf eitthvað ég segi þegar ég byrði eitthvað eina kerfisins eða fara fram á eitthvað senda okkur tölvupóst, nei segi ég vil bara tala viðkomandi þannig að maður getur útskýrt þetta hitt tekur langan tíma og svara og hitt tekur bara kannski 2-3 mínútur en hitt býða eftir þannig ég er ekki ég vil bara ef einhver hefur samband við mig þá vil ég bara tala við hann strax til að vita hvað það er sem er á ferðinni engan veginn, alls ekki. En Pétur, það fer svona að líða að lokum hjá okkur. Við eigum nokkra mínútur samt. Sko, hvaða tæki hefur þú núna til þess að miðla boðskap eftir að þú hættir sem prestur? Þú ert ekki á samfélagsmiðlum? Nei. Sundur? Nei, ekki sundurfélagsmiðlum. Sundurfélagsmiðlum. En ég vissum að þú ert með einhverja köllun að sem mun ekkert. Já, ég sko hefur gaman af svona orðum og þess áttar og orðatiltækjum. Ég á svona orðabækur margar sem eru svona málsáttum og þess áttar og þannig og svo mann áskotnast kannski einhverjar örsögur litlar sem maður notar í predikunum sem eru til þess að tjá upplifunin af boðskapinn og kannski einhvern tímann í framhald eftir 3-4-5 ári maður getur þá að gefa út bók sem að væri með svona til að styðja og styrkja þá þitt predikunastarf til þess að deila með orðum einhverju litlum sögum eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er plan. Þetta er plan, já, sem hefur sko. Og ég hef ekki haft heimilisaltar eða
Já, þú ert með heimilisaltari á þér, er það ekki? Sem er kjánakassi eða forheimskonar fjölmiðil. Jú. Já, hann hefur ekki haft í hálfu öld. Það er ekkit annað. Nei, og nú er menn að spyrja mig hvað ætlar að fara að gera þegar hættilásið er orðið stór. Og ég segi, já, ég hef ekki haft þetta í hálfu öld og ef þú deilir niður þessar hálfu öld núna á 6 klukkutíma á dag, kannski að meðaltali, stundum horfa meira, stundum minna, þá tekur mig 33 ár að horfa á allt það sem þú ert búin að horfa í gegnum, alla það þættir, Netflix og allt þetta kjafta sem búin að vera í gegnum og þá drefst í 103 og þannig ég er meiri nóg að gera framöndan. Já. Aldeilis. Þú með taldi áfram að senda rafraus þegar það... Ég sendi rafraus, já, og rábrausi líka. Ég myndi ekki að gefast upp eins og þú kannski gerði við þessa ritgerð, það situr í þér að því að strákurinn svaraði svona. Þannig að sem er stórfurðulegt alveg og kannski er maður stundum ekki boðberi góður að frétta fregna þegar maður hringir eitthvað og segir við fólk. En ég og kannski sem betur fer, ég hef ekkert mjög lengi núna verið tilkynna dauðsfall eða eitthvað svona. Það er kannski með því erfiðasta sem að gera að fara til fólks og segja einhverju fallin frá sem það er ekki vænt um. Þannig að menn hefur nú ekki verið hræddir við það og ég er ekki í dauðadeildinni mikið að jarða eins og sumir gera. Sumir verða vinsælir bara út að við tökum Ólaf því hann var svo góður síðast eða Sigga þar áður að sáum hann í jarðaför og þeir svona eru bara í þessi menn sem jarða 60-80 manns á ári, sko, það er bara að dreipa hvern með því ég vil fylgja eftir þeim sem að maður er með aðstandendum og svo hringi ég alltaf í alla ekkjur og ekla tvisvar ári, einu sinni og sitt hvort misseri í kringum galdramessuna til að segja þeim frá því að velkomin á þá og þá svona fólki kann að meta þetta og láta vita af því að maður mun eftir þeim, það sé ekki bara þetta eina skipti sem að maður hittir í jarðarförinni og þetta er ekki fólki maður spyr svona hvað sé að gera, hvað er það fræðsla, ég með ekki fræðsla beint, ég bara spyrja svona hvernig líður þér í dag og mismandi aðstæða hjá fólki, einn sem að var fjall frá og jarðaði konun hans og það er svo mismunandi að af því að makaleit, það heitir makaleit, það er svona eins og einhverja hittinga síða á netinu, engamál og hvað það heitir allt saman. Já. Og þar var, hann fór inn á makaleit og þar hittar einhver elskulega konu og þau hittast og hún á sumarbústað upp í Kjós og hann er fluttur til hennar í Kópavoginn og gengur bara prýðilega allt saman vel og hann átti geisladiska standa svona eins og menn áttu í gamla daga alveg hér bara 20 diska saman komið ljós að þau hlusta á sömu tegund tónlistar og hlusta á gullbylgjuna saman. Æðislegt. Þannig ég var svo ánægður fyrir að heyra þessar fréttir þetta bara lyfti mér upp þann daginn gersamlega að slikt sett í staðar. Einmitt. Ég held ég verði líka að geta þess að þótt að það sé margt sem maður saknar frá liðinni tíð þá er náttúrulega alveg ótal margt líka sem hefur áunnist og við hefum náttúrulega aldrei átt flottari krakka heldur en einmitt í dag og það er náttúrulega búið að taka opaslega marga agnúa sem áður voru á alls konar kerfum af og slípa þannig að það er ekki hafi ég hljómað á þann eins og ég segi bara kosti við fólkinu. Það var náttúrulega ekkert grín að lenda á milli skips og bryggju, vera með einhverja röskun, kannski lesblindur eða eitthvað svoleiðis. Stafangur, engi blindur, stafangur, stafið er ángraði. Stafangur. Já. Það voru svakalega dæmi manni eftir úr minni bernsku það hvernig kennarar bara vegna skilningsskorts áttuðu sig ekki á því að barn var lesblind stafangur og barnið látlaust sakaði leti, hroka bara heimsku, allt þetta þannig að við skulum passa okkur á því líka ég er bara að tala við sjálf á mig að draga ekki upp fortíðina bara í endalaust rósbleikri birtu. En Pétur, það er búið að vera mjög skemmtilegt að spjalla við þig og ég held að svona álykta það að söfnuður þinn muni sakna þinn eftir messun og morgun. Ertu ekki búin að finna þá ströma? Jú, maður ekki hafa sagt það, ég mun sakna þinn og hvað taki við og sumir segja það. Ég gerði þetta bara fyrir þig að vera að koma yfir í Óhafsöfn og vera þar og svo þegar þú ert farin þá fer ég bara aftur yfir í
þjóðkirkjuna. En ég vona að kannski verið ekki margir, því ég ætla nú að vera áfram þarna og styðja og styrkja ef maður getur gert eitthvað eða þannig. Það var 12 spora kerfi, það var heima hjá mér í gærkvöldi, enduðum saman þar. Það fjallar svona kala, reiði, hatur og beituleika og meðvirkni, fyrirgerningaleysi. 12 spora kerfi, segir þar ekki við báðum Guði auðmýkt að taka frá okkur prestana? Jú. Það er það brestina? Brestina, já. Það er rétt, já. Getum haft það svo sem lokaorð í gegnum það til að sinna því. Af því að 12 spori fjalla ekki endilega brennivínsbrjálæðinga, spilafíkla eða eituröfnæta, heldur fyrst og fremst þennan kala, reiði, hatur og beituleika að lifa ekki í myrkrinu, heldur í ljósinu. Og það er ekki hegðun annar sem raskar óþinni, heldur þín eigin viðbrögð þeirri hegðun. Og ef maður geti komið því inn í hausinn á fólki, það er ekki hegðun annari sem raskar óþeinni heldur því eini viðbrögð við þeirra hegðun, að þá væri miklu minna af svona sálgæslu viðtölum og erfileikum og sundur félagsmiðlarnir láttu bara einhverja vaði yfir og þú ert ekki að stressa á því, það er bara, hann er bara svona og leiðunum að vera það. Ég veit að tekur maður þetta inn á sig og verður sár og stundur reiður líka. En þú ert með plan, þú munt aldrei sættast í helgan stein í þessum skilningi orðsins. Nei, ég held að það sé seint. Nei, og þú heldur að maður mæta í Vesturbæjarlaugina. Já, og svo er maður í svona félagslegar í krossinum, vinalínunni þar, Rauða krossinum og svara þar í síma, hjálparsíman og svo er ég í stjórn hollvinasamtaka Hannesarholts, hann er sástend, þannig þar er aldrei fundir á eins hálfsmánafresti í hádeginu og þá hjá þessum líka í háskóladeild í Sameikis, þannig að maður leggst eitthvað til svona og finnir svo maður skoðum maður reikninga í nokkrum félögum og þannig það ég kvíði ekki fyrir. Og svo verð ég á grundinni á elleiminu, þá reyni ég að fá alltaf einhverja gesti til að koma á miðvikudögum fyrir hádegi 10:20 til 11 en sleppið þriðjudögum og fimmtudögum í staðinn. En þetta er allan út þetta ár og þá er ég þar á þessum miðvikudögum sem að koma saman þar. Hugar þið mjög vel að því sem þú lætur ofan í þig? Nei, ég Þú ert svo tágrannur og stæltur og flottur að maður held kannski og er bara... Já, því ég brennuvargur, ég held að það sé þess vegna. Já, brennur svo miklu. Já. Og stundum maður að passa sig líka að ég er ekki í ruslaréttunum, ég er ekki skarfaskít eða ruslaréttum með eitthvað svoleiðis. Skíðlógaskífum, ekki heldur. Nei, ég skil. Já, hvað er skíðlógaskífa? Ég veit það ekki. Ég skýði bara, hún fór nóg á mér. Ég skýði, stundum er skýði, þú veit það, skýði, frummerkinginu orðinu skýði, það þýðir timbur, spýta. Þegar þú ert að renna þér, það getur þá norðan úr snjónu fyrir norðan, skýði. Og svo er talað að þú hendir spýtun inn í ofnin og hann er skýðlógan, hann skýðlógar skýðun, hann er farin að hita upp bústaðinn eða hvað sem hann stöðsum með. Stundum er sagt í fréttum líka, hann var í sumarbústum var skíðlogandi þegar slökkviliðið kom. Og þannig er svo skíðlogandi timbri eða timbur, það logar, skíðlogar. Og skíðlogaskífa, hvaða skífu seturðu inn í eldin til þess að éta á eftir? Skíðlogaskífa, það eru 2 stuðlar haustafir. Skíðlogaskífa. Ég er alveg farinn, þú verður að klára það fyrir mig. Þetta á því orðatöku eyðir, þeir kalla þetta pizza á íslensku. Já, eða flatbakka þar líka. En að þú nefndir skíðin, ég heyrði einu sinni sögu, hún er ádæla á sérhæfingu og það var einhver skagfirðingur fyrr á öldum sem fór til Noregs til þess að læra að smyrja skíði og hann gerði ekkert annað í 4 ár en að læra að smyrja skíði. Svo kemur hann heim með skipinu og þeir bíða hans allir þarna skagfirðingar á bryggjunni og eru stoltir á honum og hann fer með skíðin sín og smyrði þau og það er einhver dalur og hann fer upp á fjallið öðrum megin og hann rennir sér niður og hann rennur svo hratt, hann fer ekki bara alla leið niður í dalinn, heldur upp fjallið hinum megin og svo bara endurtekur hann leikinn. Og 4 dögum seinna skutu þeir hann til þess að hann yrði ekki hungumorða. Ættir þú inn? Já. Þeir gátu haft upp á honum. Ef ekki bara enda á þessum vafasömu nótum. Gersamlega, bakom þér. Kæri þakk fyrir Björn fyrir elskuleitin að vilja fá mig hingað og verður velkomin í lífslokamessunum mín á morgun klukkan 2. En komdu 1:30 ef að verða margir, þá getur fengið þá kannski minni líka og þurfa að standa eitthvað svolítið. Takk fyrir Pétur og mín var öll ánægjan að fá þig sem gest. Amen, takk fyrir það. Gangið vel. Kjell fyrir, gersamlega.
Og kæru áhorfendur, við minnum á það að hér eftir hádegið í dag þá sýnum við ykkur úrval þess besta efnis sem að hefur verið unnið núna í vikunni við Rauðaborðið og á morgun í beinni útsendingu eftir hádegið klukkan 12:40. Þjóðmála þátturinn Synir Egils, þar sem þeir bræður Sigurjón Magnús og Gunnar Smári fá til sín góða gesti og kryfja samtíman augnablikið hjartað í þjóðmálunum eins og þeim einum lagið. En helgispjalli lokið í dag. Takk fyrir að horfa eða hlusta. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni.